Hilmir Snær, íslenski Bond og maðurinn sem heldur því fram að það þurfi acquired taste til þess að fíla Maltesers. Djöfull gaman að spjalla við hann, þrátt fyrir þá skoðun hjá hann. Fóstbræður, leiklistin, sjómennskan, flogaveikin, grínið, hestarnir, borgin og sveitin og allur skalinn. Ekkert eðlilega léttur á því hann Hilmir. Það sýndi sig best þegar ég byrjaði þáttinn á því að ásaka hann að vera símsvarinn í Sjómle-laginu með Udda Sveppa og Frikka Dór. Ég var bara svo handviss að þetta væri hann að ég ákvað bara að láta flakka sem ég hefði betur sleppt. Hilmir situr ekki bara undir þeim ásökunum, heldur situr hann á topp 10 listanum yfir sóttustu myndir Bandaríkjanna í dag. Meira að segja ofarlega á topp 10 í myndinni Dýrið eða Lamb á ensku. Nóg að gerast hjá okkar manni. Það er nóg að gerast hjá okkur öllum. Ein leiðin til að búa til meiri tíma er að eyða minni tíma í bíl. Sækja eitthvað, skuttlast eftir einhverju. Farðu bara inn í AHA appið og veldu úr yfir 100 veitingastöðum landsins og þú skjótast með matinn eða mataköruna til þín á 100% rafmagnaða bílflótanum sínum. Af því að þið getið verslað í mataköruna svona auðveldlega hjá AHA og fengið þetta rakleiðis afhent, af hverju skellið þá ekki rútu af kolsýrðum bublandi ferskum toppi í dós með í leiðinni. Hafa hann helst með eplabræði, það er besti toppurinn, að mínu mati, faglega mati. Heyrðu út af því að okkar maður hendi sér á sjóinn sem er með því, ég vil ekki segja svalasta eða nettasta, það er bara svo mikil sál í því að fara á sjóinn. Ég þarf sjálfur að fara á sjóinn, ég er búin að segja þetta áður og ég nánast bóka fólk bara í podcast við það að heyra að það hafi farið á sjóinn. En fiskurinn okkar hefur auðvitað orðspor á sér fyrir gæði og bragð. Og það er Sætoppur sem vinna það góðastarf að koma ferskum íslenskum fiski, þessari hágæðavöru, til kúnna allan heim. Sætoppur er það sem fiskurinn, flutningurinn og gæðin er í hæsta flokki. Hæstu flokkur verandi eins og vöfflurnar í Belgíu, súkkulaði Sviss eða kampavinni í Frakklandi. Sætoppur er í þeim flokki með ferskan íslenskan fisk. Síðan er aldeilis byrjað að kólna í veðri. Það er eitthvað notalegt við það, en á sama tíma er ansi margt hræðilegt við það líka. Skaf af rúðum, þotn á höndum, ég er svo sandpappír á höndunum og ég veit ekki hvort það sé spritið eða kuldin eða bara blanda báðu, en eitt er víst að það þarf að smyrja Decubal á þetta. Decubal vörulínan inniheldur vörur fyrir þurra og viðkvæma húð, en ekki nóg með það er Decubal án parabena, ilm og litarefna. Það er frábært. Ég notaði þetta svolítið á andlitið á mér en hef bara ekki fengið með krem fyrir hendurnar. Það er svolítið erfitt að vera með eitthvað draumum sjómennskuna og stoppa í næsta apóteki að leita sér að handáburðu, en ég er að vinna í því að breyta þessum staðalímyndum hægt og rólega. Þú fær ráðleggingar í næsta apóteki hvaða Decubal var að henda þér best, svo að gera að kíkja rakleiðis þangað. Svo er það Eirberg, okkar allra bestu, búin að opna stærstu verslun sem þið hafið séð á Stórhöfða 25. Allt sem þið listir fæst hjá Eirberg, skór, fatnaður, dagljósa, vekjaraklukkur, loftrensitæki, rakatæki, heilsúr, nuddbyssur, undirlög og ég veit ekki hvað og hvað. Ég var að þylja upp svona 10 hluti þarna, einhver lítur á langi svona 23 allavega. Kíkið á nýja verslun Eirberg á Stórhöfða 25. Hilmir Snær, stórleikarinn og ekki símsvarinn í Sjómla-laginu, gjörið þið svo vel. Ég var svo vissum að þetta væri þú en ég var samt eitthvað svona, þegar ég googlaði þetta á fullu fann ekkert þetta. Já. En ég spyr hann bara fyrir þetta, hann getur staðfest. Býtu, ég ætla ég verði eiginlega gang úr skugganum. Já, spila þetta fyrir mig. Hæ, þú ert komin saman til Sjómla eða? Ef ég þekki símanum þá er ég að kúra, þannig að skilja bara eftir skilabóð. Þetta er ekki þú? Nei. Þetta er örugglega Uddi. Af hverju held ég að þetta væri þú, maður? Já, þetta er örugglega Uddi. Ég er alveg bara, ef ég myndi taka púlsinn á mig núna. Herri, ok, bara látum eins og þetta hafa aldrei gerst. Ekki máli. Hilmir Snær, ekki í aukahlutverki í Sjómla-laginu með Udda Sveppa, vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Hvernig ertu þessa dagana? Ég er bara góður. Það ekki? Jú. Við erum að taka þetta upp í byrjun október. Dýrið var að koma í sýningu. Já. Það er nú meiri myndin og hún er farin í ekki sýningu á Íslandi, heldur líka í Bandaríkjunum. Já, hún er bara, ég held að það hafi verið frétt það að hún væri bara 5. söluhæsta myndin í Bandaríkjunum, sem er ansi gott. Söluhæsta myndin í Bandaríkjunum? Já. Ég sá bara eitthvað hún var sýnd í 600 bíóhúsum eða á tjöldum eða hvernig sem var skilgjörnum þetta. Já, einmitt, svo er nýkomið hún er bara 5. sæti í söluhæsta myndin. Þannig að hún er bara að keppa við James Bond og svona í Bandaríkjunum. Mér finnst það alveg magnað. Einmitt, á bara sama tíma og stærsta Bondmyndin er í bíóhúsum. Já. Bara Dýrið líka. Það er Dýrið líka. Hvað heitir hún á ensku? Var það ekki? Bara Lamb. Já, Lamb, ok. Já.
Það er ekki verið að flagga þetta. Nei, En hversu oft var maður tækifæri til að vera með einhverju svona á Íslandi? Þú veist, þetta er það sem við erum að tala þetta er ekkert eitthvað sem að margir íslenski leikarar er að díla við að vera með í sýningu á 600 bíóhúsum. nei, reyndar ekki. Þetta var bara heppni sko A24, þetta framleiðslu fyrirtæki, eða dreifingafyrirtæki, keypti þessa mynd. Þannig að það er náttúrulega sjaldan sem að það gerist. Þetta er náttúrulega gríðarlega öflugt fyrirtæki. Og dreifirinn er bara allan Norður-Ameríku. Þannig að það er alveg bara magnað. Og er þetta þá, það er náttúrulega, þetta vorum að tala rétt árum byrjum að taka upp, að maður er að senda inn á hátíðir og því var svolítið frestað út af COVID og svona, út af það skiptir svo miklu máli að komast þar inn og fylgja sér myndinni eftir. Já. Þetta er eitthvað sem þannig að veltur rosa mikið á því, þetta gæti bara verið mynd sem er sýnd bara í Laugarásbíó á Íslandi versus það að fara bara út í heim til annara heimsálfa. Já, þetta er náttúrulega svona sko, þetta er svona arthouse mynd, myndum við segja. Ok, hver er skilgreiningin á því? Það er svona mynd sem er svona, flokku sem svona listræni mynd. Ok. Og hún er, svoleiðis myndir eru gjarnan gera svolítið gott á svona kvikmyndahátíðum. Já, ok. Sem að auðveldar sölu til annar landa. Ef hún fær einhver verðlaun á kvikmyndahátíð eða er á kvikmyndahátíð, þá auðveldar það söluna til annar landa sem að náttúrulega kvikmyndaframleiðendur vilja gera. Bæði til að jafnvel fá eitthvað pening í kassan til að borga myndina og svo til þess að koma inn á framfæri þannig að hún dreifist víðar heiminn og sé ekki bara hérna á Íslandi. Ok. Og þess vegna var beðið með þessa mynd svona svolítið lengi til þess að reyna að koma inn á hátíðar af því að hún má ekki frumsýnast, það eru til svona A-hátíðar sem eru þessar stærstu, það er Sundance, Toronto, Feneyjarhátíðin og Cannes. Og A-hátíðir eru þannig að ef þú ert búin að frumsýna myndina einhvers staðar annars staðar, þá komast þeir ekki á A-hátíð. Já, þeir setja bara þær kröfur. Já. Þetta er bara eins og þeim Svo verður að velja á milli A-hátíðana sko. Já. Og ef þeir eru boðið á 3 A-hátíðir, þá verður að velja eina og frumsýna hann þar, annars er hún ekki sýnd á A-hátíð. Nei, er það þannig? Þannig að ef þú ferð á nokkrar hátíðir, þá er aldrei sýndar sömu myndirnar. Nei, sko, sko með A-hátíðir, sko, þá verður bara að velja eina og getur ekki valið 2 eða 3. En svo getur þú að fara á B-hátíðir sem er út allan heim og skilur þannig að hún fer á fullt af sko, kvikmyndahátíðum. Og þið völdu Cannes? Já, þau völdu Cannes, framleiðendur og leikstjóri. Já, þú varst ekki bara, Cannes eða ekki? Nei, ég var ekki þannig sko, ég hef ekkert það að segja. En þessar arthouse myndir, sagði það ekki, arthouse, þær eru líklegri til þess að slá í gegn á kvikmyndahátíðum? Já, þetta er svona, þú veist, þetta eru svona spekulantarnir og þú veist, það farið í það er svona ekki eins líklegt að einhver bara svona gaman mynd eða venjuleg mynd sem er sko, þetta verður að vera eitthvað pínu arti-farti. Já, einmitt, eitthvað öðruvísi. Já, eitthvað aðeins öðruvísi til þess að komast inn á svona hátíðir. Einmitt, þannig að svolítið djúpar myndir. Já, einmitt, fær fólk til að hugsa. Já, eitthvað svolítið. En þannig að, ég meina, er það ekki líka bara út af því að hitt svona actionmyndir, eða ég meina eins og Bond myndi aldrei fljúga inn í svona mynd. Auðvitað er þannig að það er í allt annarri stærðagráðu. Já, Bond getur, Bond gæti farið inn á eitthvað svona bara til þess að af því að hann er Bond, en það er mjög sjaldgæft að eitthvað actionmyndir fara inn á svona hátíðir, sko. Þeir segja, væri þú ekki, sko, ef Íslendingur ætti að vera Bond, væri það ekki þú? Alveg definitely. Já, einmitt. Það er það bara hlýtur að vera. Ég segi svona, ég veit ekki. Hvað er hann orðin gamall? Ég meina, þú ert fæddur 69. Já, er ég ekki bara svipa gamall og Bond í dag? Jú. Sá sem er að hætta, sko. Já, þannig þetta er búið hjá mér. Já. Ég get ekki orðið Bond. Nei, þú mistir af gullaldar nei, sko, þú reyndar og þú hlýtur nú að taka undir það, þú berð ekki mikinn aldur með þér. Í orðsins bestu merkingu. Þakka ég fyrir það. Íslenski Bondmaður. Þetta er eitthvað heppir með gen, allavega í bili. Já. En þú varst að tala um grínmyndir og svoleiðis að það kannski fljú ekki þannig. Sko, þú hefur nú alveg tekið þátt í gríni í gegnum þinn leiklista sjálfsögðu, mér finnst það bara frábært. Sko. Og náttúrulega þú ert í sko, mest evergreen grínefni Íslandssöguna sem eru fóstbræður. Já, ég var í því. Já. Hvernig kemur til að bara, þú veist, getur eitthvað rakið fyrir mér út af þetta er náttúrulega bara legendary efni og lifir bara í gegnum kynslóður og meira, ég held að þetta er frumsýnt hvenær 2001? Er þetta frumsýnt fyrir aldamótum? Ég bara, veist það, ég manna ekki. Ok, eitthvað í kringum þetta. Já. Og ég er þá 6-7 ára. Enga veginn að pikka hann húmóru upp, en samt er þetta ennþá fyndið núna á öllum
netmiðlum og þú veist, Já, vera að senda já. áfram og kvóta í indrið á hvaðan þú er. Já, akkurat. Sko, hvernig verður þetta til? Var þessu vel tekið þegar þið eru að frumsýna það? Misjaflega tekið þegar vorum að frumsýna. Okay. Það voru margir mjög ánæðir en fullt af fólki sem var líka mjög óánægt og það var kvartað mikið og svona yfir okkur. Og býtu hverju þá? Ég meina það var hringt svolítið inn á stöð 2 og og kvartað bara yfir hvað þetta væri svona gróft og svona, þetta var svolítið breyting á húmor, þetta var ekki alveg það sem við vorum vön og skrítin húmor og oft voru sketsarnir ekki með pönslæni, heldur endur bara í ykkur vitleysu, skilur og okkur fannst eitthvað, já, þetta var svona bara ný tegund af húmor á Íslandi. Og hvað var áður? Var það bara Halló Latti eða? Nei, ég meina Spaukstofan var þarna og svo voru bara áramótaskaupin okkar og sketsa þættir og svona bara frábærir. Þetta var bara, þeir voru svolítið öðruvísi hjá okkur. Húmorinn okkar var öðruvísi, það var komin ný tegund bara. Einmitt, en þegar það er oft svona spólað aftur í tíman þá er sagt eitthvað, já, þetta mátti þá, það bara má ekkert lengur og allt þetta. Það var alveg verið að hringja og kvarta líka yfir ykkur. Það var eitthvað kvarta líka af því að þetta var svona, já, þetta fór kannski yfir strikki stundum, sko. Já. Og málið er að, sko, það er alveg á hreinu að í dag, þá, við gætum bara ekki gert þetta í dag, sko. Nei. Ég er alveg með það á hreinu, sko. Þannig að sem þýðir eiginlega að við erum komin svolítið aftur á bak bara. Já. Með okkar húmor, hvað má og hvað má ekki, sko. Og maður sér þetta líka bara eins og með nætuvaktina og svona og það er alveg hægt að pikka út hluti sem að hefði leifast, eða hvað sem er, bara þykja ekki svona siðlegir eða réttir í dag, gera grín af, sko. Nei, þetta er samt svona, mér þykir þetta pínu sorglegt vegna þess að húmor, sko það er svo erfitt að útskýra þetta, vegna þess að húmor verður að vera á einhverju brún. Til þess að hann sé fyndin. Maður fer ekki að hlæja nema að ögri manni á eitthvað hátt. Og ef það er farið aðeins yfir strikið eða verið á línni þá er það svo fyndið. Og núna eiginlega má maður ekki, maður verður helst að vera fyrir aftan línuna og þá er orðið bóla erfitt að finna spauðilegu hliðarnar að þú máttu engan særa, engan móðga og ekki tala sko illum neitt. Af því að húmorinn liggur alltaf í þessum gráu svæðum sem að er mjög þá finnst mann að fyndir af því að maður stundum af því að maður má vall að hlæja því. Já, að sjálfsögðu. Og þetta er svona, ég held að það sé mjög erfitt að vera í grín iðnaðinum í dag. Já, og þú veist, fyrir mér, þá er þetta bara út að ég er ekkert í neinum svona minnihlutahóp af neinu viti, að þá er svolítið erfitt sko að hitta okkur veikan blett hjá mér að ég segi, herru, við gerum ekki grín af þessum fólki, sko, sem að ég tengist. Þannig fyrir mér er annarkvort hluti bara fyndnir eða ég sé að það er farið yfir línuna og ég hugsa bara að þetta er ekki fyndið. Ég er ekkert í því að brjálast fyrir annara hönd ef maður sér augljóslega bara, þetta er bara ekki fyndið. Já, nákvæmlega. En þetta er bara, þetta er svona algjört einstíð, sko, í dag, hvað má gera og hvað má ekki gera. Þegar ég hugsa út í það, sko, það sem ég var að segja með að fóstbræður eru ennþá svona lifa góðu lífi í gegnum netmiðla og þess að þar. Þú ert svona einn af þeim sem sko, allir vita hver en þú ert ekki í að taka þátt í svona ný miðla reisinu. Þú ert ekkert stóra á Instagram eða samfélagsmiðlum? Nei, ég veit bara ekki það eiginlega. Ég held ég sé á Instagram og ég held ég sé líka á Twitter en ég kann bara ekkert á þetta. Það var leiðilegt að þú værir aktífur á Twitter og heldur þú að þú sért aktífur á Twitter? Ég held ég hafi eitthvað tvíta, eitthvað með að tvissa þrissar fótbolta og ég veit ekki hvort það hefur komist í gegn. Já, meinar. Ég er bara, þú veist, ég stundu kallaði Bill Gates í gríni af því ég kann ekkert á svona tæmi. Þannig að en þú væntanlega hefur, sko, út af að mér þykir þetta áhugavert, sko, starfið þetta náttúrulega krefst athygli. Já. Þú þarft að hafa auga á þér. Já, en ég er bara komin svolítið í það núna allavega seinni árin að ég svona hvað maður að segja, ég finnst ekkit voðalega gaman að ég vera alveg í forgrunni eða í blöðum eða að ég sé alltaf mynda mér eitthvað stað, sko. Ég vil freka bara vinna svona mína vinnu og að hún tali mínu máli heldur en að vera í stöðum blaðaviðtölum eða í sjónvarpinu eða á Instagram eða eitthvað, sko. Einmitt. En það er bara eitthvað sem að hefur bara gerst núna seinni árin, sko. Einmitt. En þú kemst líka kannski betur upp, ég meina ímyndað er einhver svona ungur og upprennandi sem er að útskrifast úr leiklistaskólanum eða svoleiðis og það kannski aðeins að vinna sér inn nafn. Hann er ekki Hilmir Snær trademarkið, sko. Þú veist, hann er kannski aðeins að íta sér áfram en þú ert kannski einn af þeim sem að býrið ennþá að því að vera búin að gera bara, þú veist, portfóljóð þitt er það flott, sko.
Já, ég veit það ekki sko, ég meina, en auðvitað að skilja þetta ungt fólk sem einmitt að koma sér á framfæri, það verður svolítið að vera þarna. Já. Bara til þess að vekja á sér athygli og annað og bara til að komast áfram, þetta hark og jafnvel meira hark en það var þegar ég var að byrja. En svo þetta bara þetta fólk líka lifir allt með þessum miðlum. Unga fólki í dag í leiklist, það búið að lifa með þessum miðlum. Ég lifði aldrei með þessum miðlum, sko, ég fekk fyrsta símamenn sem var ekki snjallsími, heldur bara sími, farsími. Ég fekk hann þegar ég var 25 ára, sko. Nú? Já. En það var fyrsta sinn sem ég átti svona síma. Já, bara sögum, þetta var bara ekki komið fyrir þá. Já, ok. Þú veist, maður var hlæjandi að þessu á sínum tíma, sko, þegar maður var einhvers staðar nýri bæ og eitthvað tók upp svona síma, við hlógum að þessu. Hvað að þessu? Hvað hann að þykjast vera með eitthvað síma, talandi síma á miðjum veitingastað? Og við vorum að nexlast á þessu. Og drómaði svona loftnetið úr? Já, sumir voru þannig, sko. Já. Og þú veist, þetta þótti bara asnalegt. Einmitt. En hefur aldrei komið í bakjöður, hefur aldrei hugsað, sko, eins og finnst þér aldrei eins og að missa af einhverjum tækifærum innan leiklistar eða þess áttar með að vera ekki á þessum miðlum og þannig ég til dæmis að tala sko, það væri svolítið skrítið að maður var að gefa út mynd og hugsa, ég ætla ekki að vera að taka þátt í þessum kvikmyndaháttíðum og svona, við bara treystum á það að fólk finni myndina ef hún góð og ég ætla ekki að vera að senda inn. Jú, auðvitað í þessu örgulega einhver tækifæri sem að maður að missa af en þú veist bara, já, maður verður kannski að fara að kynna sér Ég kíkja bara að sá það. Já, kíkja að sá það sko. Fara að tvíta einhverju, hrista þess upp í umræðinni. Já, nákvæmlega. En mér ekki nóga fólki að hrista upp í umræðinu. Þú veist allt vera árið brjálað bara í þessari umræði. Já, og síðan, veistu það sko, án þess að vera að lýsa minni skoðun eitthvað mikið það, þá finnst mér alltaf, bara alltaf minningavert að hitta eitthvað sem bara að gera sitt og ekkert að segja neinum frá því. Já. Gerir sitt vel og bara vinnur sína vinnu og bara takk og bless, sko. Já, sé bara nóg. Já. Ætli sé ekki bara nóg. Já, allir, ég meina, en sko, þú veist, þess vegna sagði ég er að beina svo svolítið að þér út af því þú ert leikari, þú krefst þess að fólk já, ok, þú veist, allan fólk þarf að sjá þig til þess að bera kennslu á þína vinnu já. Og það þarf að trekkja af og Hilmi Snær leikur í myndinni eða hann leikur í sýningunni. Já, það náttúrulega, þú veist, það bara hluti af auglýsingamennskunni og markaðssetningunni, skilur, maður þarf auðvitað að gera það, ég meina maður þarf að fara í myndatökur fyrir leikhúsið og fara í leikhúsbæklingin og maður þarf að fara í viðtöl út af sinni vinnu og svona og það bara það sem fylgir starfinu og mér finnst það allt í lagi þegar þú ert að fara í viðtöl út af þinni vinnu, þú ert að kynna það sem þú ert að fara að gera og kynna það bæði fyrir leikhúsið og fyrir kannski kvikmyndina sem þú ert að taka þátt í og það bara hluti af þínu sko það innan ramma bara þess sem átt að gera sem bara í samninginu þínum. Einmitt. Og þetta verður náttúrulega að gera og ég alltaf glaður að gera það en svo það bara mismunandi hvað maður vil láta síðan bera mikið á sér bara fyrir utan það. Já. En allt sem að kemur að vinnunni ekkert vandamál. Nei. En spila það inn í, ertu meira kannski svona private, ég meina ég hef ekki heyrt mörg podcast með þér eða eins og séð þig á samfélagsmiðlum eða neitt svoleiðis, það einhver leiti markvist? Nei, það ekki það að ég sé eitthvað private sko, þetta hefur kannski bara lítið verið þetta ætli sé ekki bara farið að sko, ég bara búin að vera í leikhúsum svolítið mikið í bara 10 ár án þess að hafa verið í kvikmyndum og mikið í sjónvarpi eða kvikmyndum. Nú það bara allt í að byrja aftur og þá kannski að byrja aftur skiluru eitthvað meiri áhuga á meira mitt í svona podcastviðtal og annað svona skilur, það bara, maður að verða meira áberandi á sko, já, í kvikmyndum og sjónvarpi. Einmitt. Leikhús ekki þannig að það fara miklu færri í leikhús og það miklu meira innan þeirra veggja. Já, skilurðu. Einmitt. En hjálpar það þá ekki eins og þegar að þú ert að koma fram að þá væntanlega bara það stærsta sem getur gerst fyrir þig að vera ráðinn inn í annað hvort leikhúsið og fá sýningu og detta inn í þeirra fjölmiðla vél eða ekki? Jú. Að vera framan á einhverjum fossíðum eða auglýsingum fyrir sýningar eða Já, þannig gengur það bara fyrir sig í leikhúsinu. Leikhúsið einhvern veginn það bara svo fast í forminu sko. Þetta bara leiksýningar, þær eru auglýstar fólk, þetta yfirleitt svona svipaður hópur sem að sækja leikhús. Já. Ætli sé ekki bara svona eitthvað 10-15.000 manns sem að koma í svona reglulega í leikhúsið. Svo þetta koma einhverjir aðrir svona inn á milli. Það fer eftir sýningum og hvaða sýningar það eru. Og þetta allt bara, já, svona fast í forminu. Þegar kvikmyndir þá eru öðruvísi, þá þarf kannski að fara aðeins að auglýsa þær öðruvísi, sko.
Hvenær verður Hilmir Snær að þjóðaregni Hilmir Snær? Var það eitthvað break eða var það bara, hann útskrifaður og okkur líst vel á hann á náunga? Ég bara, veistu, ég veit það ekki. Var engin tímabútur? Nei, ég veit það ekki. Ætli það hefði ekki bara gerst jafnt og þétt, sko. Það náttúrulega, ég byrjaði svolítið hratt og byrjaði strax í leiksýningum sem að byrjaði svona að slá í gegn, sko. Já. Og fór svolítið fljótt inn í kvikmyndir og þannig að þetta maður fara svona skaust upp á hennar stjörnu himinn innan gæsalappa á svona stuttum tíma þannig að þetta gerðist allt mjög hratt og áður en maður vissi af þá vissi allir hver maður var sko. Já, ok. En ég held svo að það hafi samt breyst hann sem mikið sko. Ég held að unga fólkið í dag viti svona ekkert endilega hver maður sko. En þetta var svona unga fólkið sá kvikmyndirnar og svo var eldra fólki sem sá leikhúsið og kannski kvikmyndirnar líka á þessum tíma sko. Og síðan vantar þessa neðstu kynslóð sko, unga fólkið í aldri þar, sem á samfélagsmiðlunum sko. Þannig með þetta áhört hluta, hversu stórt hlutvall þekkir Hilmir Snær þar sko? Ég held að sé frekar lítil hlutvall. Er það? Já, ég held það. Já, ég spurði litla bróðumina daginn hvort hann þekkti Britney Spears og hann bara kannaðist ekki við namnið. Hann þekkti ekki Britney Spears? Nei. Það ég og Britney, við erum að falla í glemskona dá. Nei, sko, Britney já, hún komin aftur inn í umræðana með sitt sjálfræði og þess að. Þannig, ef þú vilt eitthvað láta svifta þig og fá aftur sjálfræði og svona. Ég gæti spurt foreldrana. Já, þá erum við að fara að henda þeir rakleiðis inn á TikTok. Já, sko. Akkurat. Það var ekki að maður, þú myndir ná þeim markhópi. Sko, Will Smith gerir þetta meira sér líka. Hann náttúrulega bara, hann náttúrulega svona A-list celebrity leikari og hann fer bara þungur inn í Instagram og YouTube og byrjar að vlogga og allt saman og bara trekkir að miljónirnar sko. Já, ok. En ekki það að það sé eitthvað sem að þið langar sko. Bara það fórnilegt að fólk tekur svona pól í hæðina. Já, ég veit það ekki. Þetta eitthvað. Já, ég allavega ekki komið þangað sko. Nei. Kann ekki dá þetta. Nei, það bara fínt. Höldum við bara þannig. Herðu, aftur á fóstbræðurum, sko, þú og Benedikt Erlingsson, þið eruð æskuvinir eða ekki? Jú, við erum búin að vera vinir síðan vorum bara 10 ára. Og hvað kemur, þú veist, þetta er þú, þetta er Benedikt Erlingsson, þetta er Jón Gnarr og Sigurjón Kjartansson, hvað er að gerast þarna? Þú veist, þetta er náttúrulega alveg legendary teimi svona fljótt á litið, sko. Já, sko, þetta er náttúrulega hálfgerð tilviljun, sko. Þeir voru byrjaðir að skemmta, þeir voru með eitthvað kastljósþætti Jón Gnarr og Sigurjón og voru byrjað að skemmt út allan bæ og ég og Benni vorum líka svona skemmta, við vorum svona teimi sem bjökum til litla leikþætti og vorum að skemmta svona á einhverjum árshátíðum og einhverjum hátíðum út allan bæ og vorum enn í leiklistar sko, eða rétt að klára leiklistaskólan og þá á þessum tíma var komin ný sjónvarpsstöð sem hét Stöð 3 og þeir ákveða að gera þessa þætti og þeir tala við Sigurjón og Jón Gnarr og að gera svona þætti og þeir vilja fá þá 2 í viðbót og af því þeir höfðu frétt eitthvað á okkur í þessum skemmtanabransa þá töluðu við okkur og hvort þeir höfðu séð okkur eitthvað stær, ég man það ekki og við hittumst á kaffibrennslunni og fórum yfir málin og ákvaðum að gera þetta fengum svo skrifstofu á Stöð 3 og byrjuðum að skrifa sketsa alveg í bara 100 tali og skrifum svo mikið stöf að það var aldrei notað í þáttunum sko, fullt af sketsum sem var aldrei af því að við hendum bara út sko, þannig að ég og Benni skrifuðum saman sketsa og svo skrifuðu þeir saman og svo fórum við að rífast það hvaða sketsar áttu að vera í þáttunum. Ok, ef við zoomum inn á þetta, hvernig virkar það, þú veist, þið augljóslega, þið ekkert að fara að vinna neitt frábærlega vel sem 4 einstaklingar það, þannig þið hólfið ykkur niður í 2 og 2 og byrjið að skrifa. Já. Ef maður ekkert smá, þú veist, þið eru vantir að skrifa hvað, þú veist, kannski orðið yfir þetta smá svona sýru, þú veist, þetta svolítið súrt grínið sem að gerast þarna og kannski erfitt svolítið að pitcha því, þú veist, hvernig var gekk þér og Benna að sannfara Jón og Sigurjón að taka vel í þetta og öfugt? Þetta gekk alltaf, við vorum líka bara svona sjálfur, það var verið, ok, það eru einhverjir 180 sketsar í pottinum eða eitthvað, það þarf ákveð marga til þess að hver þáttur, sko, ná í fullri lengd og eitthvað svona og svo það voru ákveðin margir sem að bara allir svo þetta er gott og svo var bara eftir að fylla að þættina
þá vantaði svona, og þá voru náttúrulega sketsar sem að eiginlega, það voru ekki allir sammála og hvað væri fyndið og þá þurfti maður svolítið að berjast, þetta er fyndið út af því að, og útskýra og þú veist, af því að stundu þú sér skets á blaði þá er þetta ekki alveg Nei, það er sem ég er að segja og það útskýra þitt mál og segja þetta er svo fyndið út af því, víst er það fyndið, víst og þá vorum við svona fyll upp í þættina af því að við þurftum stundum að raða þeim upp þannig að sko, þetta er alveg definitely fyndið og svo verðum við að fylla upp í með sketsum sem okkur finnst svona la skilur, það getur ekki allt verið jafnfyndið sko og þannig að við þurftum að svona stoppa í þættina með svona nokkur sketsum sem að voru svona semi-samþyktir af hópnum sko. En er einhver skets sem annarkvort bara flaug í gegn, allir bara þetta er fyndið og mögulega floppaði eða einhver sem var svona gráðsvæði en var síðan bara það vinsalasta, manst eitthvað eftir viðtökum? Sko ég man náttúrulega ekki eftir þessu öllu en ég man eftir einu skets sem að ég skrifaði og Benni Léki og Helga Braga og það átti að henda honum og hérna það er sketsin þegar Benni liggur í gólfinu og er að vælum að hann fá aldrei að fara út með strákonum og svo á endanum leifur honum að fara og segir já farið þá og hann segir já hvenær á ég að koma heim og allt þetta og fer svo út í bíl og segist það var algjörlega að tekið konuna sín í gegn og hérna þetta fannst engum fyndið nema mér sem skrifaði sketsin en Helga Braga hún bjargaði hann, henni fannst það svo fyndið hann verður að vera með Já, ég veit Þannig að hún kom aðeins inn í það og þetta var skets sem að síðan sló algjörlega í gegn sko. Já, og hún alltaf lék í honum hún hefur Já, hún vildi endilega leika þetta sko. Já. En eins og bara slaka og kissa og allt þetta, þú veist, hvernig mér finnst tilhugsun að þú og Benedikt Erlingsson sitið þarna og að reyna að sannfara Jón og Sigurjón að þetta sé fyndið. Það var aldrei gert með þennan skets af því hann var aldrei skrifaður. Hann var aldrei skrifaður? Nei, hann var ekkert á blaðinu. Svo var þetta bara tökudagur og ég fór eitthvað að fíblast með þetta við strákarum, við vorum bara í ykkur svona stuði og ég byrjaði bara eitthvað slaka og byrjaði bara eitthvað að fíblast og að kissa og svo fórum við eitthvað að hlæja og enda bara þetta tekið sko í grasi, það er ekkert þetta er ekki á já, af því að það er við vorum ekkert með neitt lokal með sálfræðiskrifstofu fyrir daginn þannig að það var bara sett bara í grasbrekku, tökum þetta bara upp bara svona í ganni, eigum þetta hvort sem við henduði eða ekki og svo kerðum við hennar skets bara og enda minni með að sálfræðingun sem að ég leik hafi verið að segja, nú erum við bara hérna ekki á skrifstofunni heldur, erum við bara hérna eða útskýra eitthvað, þannig að þetta var bara happening bara látið flakka bara. Það var líka einn af þeim sem svona verður nokkuð ódöðlegur. Já, greinilega, því að það koma stundum menn upp að mér og segja mér að slaka En eins og ég heyrði og þú verður bara láta vita hvort það sé rétt eða ekki en held að var Sigurjón að útskýra eða Jón að sturtu senan, það sem að þú ert baðvörðurinn það sem þú nennir engum svona skítapjessum Já, einmitt að þeir voru það var eitthvað sem mætti seint Já, Sigurjón Já, getur þú kannski botnað þess að sögu eða hvað sem gerðist þarna Já, þetta var svínslegt sko svínslegt á okkur og við náttúrulega lugum að Sigurjóni að að við yrðum að vera hann yrði að vera í kaldri sturtu út af vélunum, annars kemur eins og mikið gufa á vélarnar Þess að inn í sturtukleðanum í sundöld Reykjavík Nei, þetta var í Vesturbælinni held ég man það ekki okay. Og þannig að hann trúði því og var í ískaldri sturtu allavega í fyrstu tökur og hann er náttúrulega bara aukalutur hann er bara í bakgrunni eitthvað svona að horfa á hvað þannig að ef maður horfur á sketsin þá er hann í ískaldri sturtu svona var maður svínslegur þegar maður var ungur og Jón þá væntanlega hliðin á hann bara í heitri sturtu vá maður ég hefði bara mikið fyrir eitthvað svona behind the scenes efni frá þessum tímum þetta er illa gert sko Nei, þetta er bara smá kuldi þetta var bara til að hlæja svona fyrir okkur hérna og fannst þetta óskaplega myndi það er alltaf að finnast að gríni þetta er ekki endilega fyrir alþjóð bara svona manna á milli akkurat og það líka eins og með að slaka það byrja náttúrulega bara að þú eitthvað fíblast og sem er að tekið upp en eins og þú heldur áfram í gríninu eins og þú og Stefán Karl þið grínust mikið saman eða ekki? Jú, eða við sko, við gerðum eina spólu eitthvað tímann í góðum gír Hilmir Snær og Stefán Karl í góðum gír
það var mjög fyndið sko af því að við gerðum þetta bara á okkur mánuði og skrifum þetta og tókum þetta upp og Baltasar Kormákur og Lilja Pálma, þau eða hvort það verði ekki bara hún styrkt okkur og svo við gætum tekið þetta upp, já, ég lét okkur hafa fjármagn til þess að taka það upp og svo seldum við þetta á Stöð 2 og í Hagkaup, ég held að þetta hafi komið út bara spólan í Hagkaup sko og til þess að fjármagna þetta, þannig að við fengum kaup og allir fengum kaup og ágæta summu bara eftir þetta allt saman og svo var þetta bara selt þessu pulsutnar í Hagkaup sko. Já, það? Á Vaff og S-bólum. Þetta bara kom, já, þessu var bara mókað út. Já, bara mókað út þannig og einhverju keyptu þetta slæsaðist inn á einhverju heimili sko og svo var þetta sýnt líka held ég á Stöð 2 á sama tíma áramótaskaupu í sjónvarpinu var sýnt. Já, það? Á RÚV, já. Sama tíma? Sama tíma. Já, á Stöð 2, meðan áramótaskaupu var? Já. Ok, erfitt slott, vantarlega. Já. Ég hugsa svona, já, vá, þvílíkur heiður en síðan svona, já, nei, það er bara akkurat þegar að vita að allir eru að horfa á okkur annað. Já, akkurat. Já. Ok, þið náðu að fylla þar upp í. Já, þannig að og svo var þetta sýnt eitthvað meira en svo hefur þetta alveg að horfið, ég veit ekkert hvað var þetta eða hvort þetta til eitthvað stær sko. Hvað kemur til að þið byrjaði að vinna saman? Voru þið að útskrifast úr leiklist? Nei, ég byrjaði að leikstýra Stefáni Karli einhvern tímann í Nemendaleikúsinu. Hann var í Nemendaleikúsi og ég var leikstjóri þeirra þá og svo unnum við svo mikið saman, við gerðum fulla vasa grjóti og við vorum bara búin að vinna saman og mikið að hlæja saman. Stefán Karl var náttúrulega alveg óskaplega einn af fyndnustum mönnum bara sem ég hef hitt á ævinni sko. Og ég lippaðist alltaf niður og hlátur því ég hitt hann sko og þau vorum að fýblast eitthvað. Þannig að við ákvæmum bara einhvern tíma og vorum blankir og bara hendum okkur í þetta. Mjög skemmtilegu tími. Látum fólk hlæja bara. Já. Hvað er það sem að, af hverju var hann svona fyndinn? Hvað touch það maður að hafa? Hann bara, það var bara, með eitthvað ofbáslegt spontanitet og bara eitthvað gúmi andlit sem að enginn hefur, sko. Hann er bara svona Jim Carrey okkar Íslendinga, sko. Já, einmitt, já, góð lýsing, einmitt. Já. Svona svipriði og svona. Já, bara, ég veit ekki, það var alveg sama hvað hann gerði, það gátt orðið fyndið, sko. Einmitt. Og hvernig eru þið svona að horfa á, sem leikarar útskrifaðir, stíga á svið og leika þung hlutverk og Shakespeare og allt þetta versus það að bara gera grín, láta fólk hlæja? Já, ég meina þetta er bara hvort tvekja hluti af starfinu. Sumir leikara verða svona fastir í öðru hvoru, sko. Aðrir eru meira svona bara grínleikarar og aðrir meira dramatískir og mér hefur bara alltaf fundist gaman að blanda þessu saman, sko. Það er gott að vera svona jafnvígur á hvort tvekja vegna þess að þetta er hvort sem sé hvíld frá hinnu, sko. Já, meinar. Já. Geta þungu hlutverkin verið svona, ég vona að viti hvað ég að tala með svona þungu hlutverkin. Ég veit ekki alveg hvað við sjálfur en svona einhver tilfinning hérna. Geta þau verið þung fyrir þig líka sem leikara? Já, þau verða það. Sko. Þegar þú ert í hlutverki sem þú ert að já, þú þarft að performera og kannski gráta á sviðinu kvöld eftir kvöld og dyrnar á leikhúsinu verður svolítið þungar, sko. Já. Það verður erfitt að sækja alltaf í þessar sömu tilfinningar, maður fer líka að hugsa allir í nái þarna inn og í kvöld og hvernig verður það, þannig að þetta fer svona svolítið á sálina á þér, sko. Á meðan, sko, þegar maður gerir gríni þó að það segja alltaf það er ekkit auðvelt heldur, sko, og þá kemur hinn hræðslan, það er að ætla þetta að vera nóg fyndið hjá mér í kvöld, ætla eitthvað hlægi í kvöld og skilur það er ekkit grín að vera stand upp á sviði og eiga að vera fyndin og það gerist ekki. Nei. En hins vegar er það bara einhvern veginn, það er svo ofbóðslega mikið gefandi, þú veist strax hvort að áhörndur eru með eða ekki og þá bara kemur þetta og þetta verður bara svo, maður verður svo létt og það fer svo mikla orku úr hláturinnum frá fólki, það er óskaplega gaman að gera, mér finnst þetta alltaf alveg frábært, sko. En væntanlega bara ekki til hörð höfnun og að hendi eitthvað, koma í gýrinum og hendi eitthvað og það bara er ekki hleið. Það er bara hrikalegt, sko. Það er hrikalegt. En þá, sko, að vera í þunguhlutverki er hægt að efast út af þú færð ekkert feedback held ég úr salnum ef við gefum okkur á sér bara sviði, þú færð ekkert, þú heyrir ekkert fólk háka ráta þegar þú ert að Nei hefur einhvern tíma staðið og alveg í bara grátsennu og hugsa bara, ætti ég sé nú er fólk að kaupa þetta? Maður náttúrulega er ég trúverður? Maður náttúrulega, já, ég meina
maður má náttúrulega ekki lenda þar sem leikari, við köllum þetta að fara á 13. hæðina sem sko 13. hæðin á hótelunum ekki til. Nei, af því hún óhappa að tala og við köllum að lenda á 13. hæðinni ef þú fer að vera meðvitaður þig sko. Já, einmitt. Og þá ert að hugsa og þá hættir að geta performera af því að þú ert bara að hugsa sjálfa þig eða gagnrýna sjálfa þig en þú verður bara að gleyma því maður verður bara að reyna að detta inn í eitthvað zón og gleyma stað og stund og treysta því að þetta sé þarna. Wow. Og oft finnur maður bara að þú finnur það á annan hátt hvort að fólk með þér eða ekki. Það er bara, þú finnur það er eitthvað í salnum, það er eitthvað orka. Ég meina, já, það er bara óútskýranlega orka. Þetta er bara eins og, þú veist, við hringjum eitthvað með GSM síma og það er engar snúrur í honum en þú getur samt heyrt í mér þó að ég sé á Akureyri. Það er út af því að það er eitthvað bylgjur í loftinu og það er eitthvað bylgjur í loftinu þannig að þú finnur atmosféruna þegar þú ert á sviði sko. Einmitt, og það þá náttúrulega virkar á þig og þú upplifir sem fyndin eða þú ert að reyna að láta fólk hlæja og þú bara dettur einhvern veginn í gýrin. Þannig væntanlega er þá svolítið munur á sýningum eða ekki, bara erfitt kráð eða... Jú, það er munur á sýningum og það sýningar aldrei eins sko. Og eru leikarar oft sammála þegar þú talar þessar svona bylgjur sem að finnur frá áhörendum myndir þú segja að þetta sé einhver ímyndunarveiki í þér eða labbar stundum eftir sýningu og ræði við leikar og þeir eru alveg sammála bara það var orka í salnum í kvöld eða? Já, stundum eru sammála og stundum er maður sjálfur eitthvað utan við sig og finnur eitthvað sem enginn annar finnur og þú veist, þetta er bara voðalega misjafnt. Já. En að lenda á 13. er eitthvað sem maður getur gert þetta hljómar hræðilega að þú ert dettin í einhver hlutur og síðan ertu bara að pæla í því hvernig þú lítur út eða hvað þú ert að segja Já, lenda á 13. sko, þá verður bara að taka stíðan og reyna að komast á 12. sko. Já, bara niður Niður upp sko. Já, ok, bara einhver aðra hæð Já, bara einhver aðra hæð En þetta er eitthvað sem fólk lendir í bara í sko, daglegu amstri ég meina, bara eins og ég núna að vera að taka þetta viðtal við að vera ekki að hugsa svo mikið bara hvað er þetta ekki þessa spurningu hvað er þetta að segja hérna er engin, þú ert ekki menn en tricks þegar þetta gerist, maður bara þarf að Nei, ég meina, reynslan kannski bara þú veist, maður er orðin 52 ára og reynslan svona hlýtur að vera eitthvað reynsla Já, ég meina að maður bara er búin að læra þetta svona í áranar rás að einhvern veginn að forðast þetta sko Já En það er bara þetta er alltaf trikki sko. Maður getur aldrei alveg fullkomlega að vera laus við þetta. Nei. Þetta getur alltaf komið upp. Einmitt. Það er það hættulega við þetta starf og það er líka skemmtilega. Þannig að þú ferð, þannig að þú getur aldrei gengið en einu vísu labandinn á einhver sýningu sem því þá er kannski væntanlega alltaf smá stress fyrir sýningu eða? Já, stressið er að reyndar orðið allt öðruvísi í gamla daga var ég, sko, þá bara gubbaði ég fyrir sýningar sko og óbáslega eitthvað og eitthvað svona. Núna verð ég bara ótrúlega syfjaðar. Hæ? Já, núna er ég bara svona 10 mínútur í sýningu þá er ég bara alveg að sofna sko. Ég bara getur alltaf að halda mig vakandi. Svo labba ég bara og ég hugsa áður en ég kem inn á sviði, ég verða að reyna að vakna svo bara labba ég inn á sviði og þá vakna ég. Og þetta gleymist bara? Já, svona stundum. Já, þreytan fer. Þetta er bara eins og líkamenn sé að grípa fram í fyrir þér og segja þér að bara nota orkuna inn á sviði en ekki hérna fram. Já, meinar. Þetta er einhvern veginn svolítið. Einmitt, þannig að kannski þegar þú varst að gubba þá varstu kannski að tensast úr mikið upp og hérna bara einhver orku eðsla sem átt ekki að vera, bara átt að halda aftur á sér. Já. Vá, þetta hefur vantilega breyst bara hægt og rólega, eða ekki? Jú. En er þetta vandamál? Ertu að dotta í sófanum fyrir sýningu? Ég er bara alveg að sofna, hvað sem ég er sko. Ég er bara geispandi og stressið er bara orðið svona, þú veist. Og þá fer maður bara pælið í hvort að maður sko bara ráði við þetta og hafi orku í sýningunum sko. Já. En svo kemur orkan alltaf sko. En eftir sýningu? Hvað við? Er það líka, ég meina, þú veist, þú lappar út af sviðinu, ertu þá uppgýraður eða er það aftur tekur við bara einhver? Nei, yfirleitt er maður bara svona, frekar upptjúnaður, maður er það. Þá kannski svona hálftíma eftir sýninguna þá allt í hennu kemur slökunin. Já, ég veit. En maður er upptjúnaður. Maður fer mjög mikið eftir sýningum, en eftir sumar sýningar þá er maður ekkert að sofna fyrir 3-4 nóttinni. Sko. Já, það? Já, þú ert bara búin að koma öllu kerfin í gang og Var þetta að ná því aftur niður í raunveruleika? Já, kýrið það. Einmitt. Ertu svona B-manneska hvað tíma sólarhrings var þar? Ég hef alltaf verið það. Það? Ég hef ringt í að spyrja, hvað tíma er bestur? Þú segir, reynir nú að sofa til háttis? Já. Ég hef alltaf verið B-manneska en það hefur kannski aðeins breyst svona
núna síðustu árin sko, en ég er bara einhvern veginn þannig að ef ég sopna klukkan þetta þá vakna ég 8 tímum seinnar ef allt er glæð já, einmitt og þannig að ef ég fyrir seint að sofa þá verð ég að fara seinna á fætur ef ég fer snemma að sofa þá vakna ég fyrir en þú veist þannig að ég er svona kannski AB-mannskja núna. En nú ert ekkert en sko er það þá út af sýningunum sem þú ert að fara svona seint að sofa eða þú veist, fílar líka bara að vera eitthvað að grúska á kvöldin Já, og nætur? Ég hef alltaf verið svolítið nátttrapp sko. Já. Finnst gott svona að vera einn á kvöldina eitthvað Bara láta inn í friði? Já, bara grúska eitthvað í tölvinu að gera eitthvað. Einmitt. En eins og að skrifa eða búa eitthvað til, er það þinn tími líka eða? Já, það er líka kvöldin. Já. Þá fer eitthvað svona brainstorm í gang? Já, svona ef maður er á þeim buxum þá er það yfirleitt kvöldin sem ég myndi velja mér í það sko. Já, til að gera eitthvað svolítið. En ef þú værir ekki að leika, ef þú værir bara ef þú værir bara frjálsmaður, þurftir ekki að gera. Já, þetta er góð lýsing að þú væri frjálsmaður. Já, einmitt. Þú ert náttúrulega ekki frjálsmaður, þú ert bara úr bundin niður. Nánast fangelsaður, en alltaf. Hvað væri Hilmir Snær að gera? Hvað er þitt uppáhalds bara activity? Ég er náttúrulega hestamaður og ég er veiðimaður, ég veiði lax og ég skýt rúbur og endur og svartfugl og þannig að ég hugsa að ég væri ekki bara bóndi eða eitthvað. Er það? Ég hef volið svona fjallakall og náttúrukall og svona og er alltaf svona fer alltaf lengur og lengur í það sko eftir því sem ég eldist sko. Þannig að ég hugsa að ég endi bara eins og Flósi Ólafsson og okkur sveitabæ úti á landi sko. Er það þannig að það maður að ljúka ykkur reiðnámskeið þarna inn í leiklistaskólanum til þess að útskrifast? Nei. Það er allir leikarar á hestum? Nei, reyndar ekki allir. Ok, ekki sem nýútskrifustu en allir hinir? Já, þetta var náttúrulega eitthvað svaka tíska meðal leikara sko, það fóru 20 margir inn í þetta en við erum orðnir ansi fáir núna sko. Já, við erum mjög fáir í dag. Fáir leikarar sko. Á hestunum ennþá. Já. En byrju, þú ert svona útivistamaður og endar á einhverjum bóndabæ, en ert ekki 101 líka? Jú, ég er í 101, jú. Ok, þannig að þú vilt bara annarkvort vera í bara miðju borg óttans eða bara skafir? Það má eiginlega segja það. Okay. Ég hugsa að út hverfi Reykjavíkur ætti ekki við mig af því að mér finnst gott að þessi stutta á veitingastæði og geta farið út að borða með engum fyrirvara og gott að fá sér kaffe latte á næsta horni og leiðin í vinnuna og meðan ég er að vinna í leikhúsi þá finnst mér gott að búa í bænum. En draumurinn er að komast út á land. Það? Já. Þarf að taka þetta í svolítið, er þetta svolítið bara eins og ljósrofi on og off þegar þú ert í leikhúsinu þá ertu bara í bænum og hringiðinni og síðan þegar að sýning er búin eða hvernig sem nú er ég bara að geta með eitthvað til þá er það bara út á land og veiða sér til matars Já, þú ert svolítið að hitta naglan á höfði sko. Þetta er svolítið ég leið og ég á einhverja smá glufu þá var ég farin út í sveit sko. Já, og þú veist að reyna að komast í bústað eitthvað staðar eða vera eitthvað annars staðar eða vera mikið upp í hesthúsi sem er náttúrulega svona svolítið atkvar sem ég hef búið mig til að vera svona smá bóndi í borginni. Já, það er náttúrulega svolítið fallegt með hesthúsin og það eru svona stór svæði innan borgarinnar það sem hægt er að vera að iðka þetta. Já, mjög stór og þú ert bara keyrir í 10 mínútur korter og þá ertu komin í hesthúsið þitt og svo ríður út í 10 mínútur og þá ertu komin upp í sveit og það er náttúrulega það sem hefur svona bjarga lífum sko, margan hátt er að geta komast á hestbak og náða þessum tengslu við náttúruna sko. Og losna við gluggapóstinn út úr höfðinu og textan hinum einn. En er það þá, þú ert í Víðidal eða? Ég er í Spretti sem er við Elliðavatn. Og það út að ég bara eins og hugsa með Víðidal ef ég er að skilja þetta rétt, þá getur þú bara farið beint út í Heiðmörk eða ekki? Jú. Það er alltaf geggjað. Já, líka við erum rétt hjá. Sprettur er bara við Elliðavatn og Fákur líka, Víðidalinn. Þannig að við erum bara mjög stutt frá. Þetta er bara í Kópavogi. En þarf ekki að sinni þessu ansi mikið? Þarf það að fara daglega eða? Já, maður fer yfirleitt daglega. Já, maður gerir það. En við erum náttúrulega með öðrum í húsi, öðrum manni, þannig að ef það er mikið að vera hjá manni, þá getur maður hringt og sagt ég kemst ekki í dag og þá tekur félaginn húsið og svo erum við alltaf með eitthvað sem að gefur fyrir okkur morgungjöf. Þannig að maður þurfi ekki að fara á mótnana líka sko. Einmitt. Þá kemur hann
góður maður og gefur þeim morgungjöf og svo komum við bara eftir vinnu. En hver svona ábyrðin í tengslum við það að vera í hestunum? Það væntanlega að gefa þeim, en þú ert líka að hreyfa þá, eða ekki? Jú, maður náttúrulega, það engin ástæða til að hafa þá inn í hesthúsi að maður allar ekki að hreyfa á. Já, maður verður að sinna því að þeir fái hreyfingu og út í vist og maður verður að hleypa þeim út og mókunda þeim og það verður að játna þetta og passa að þetta sé heilt heilsu, það verður að fara með þetta til dýralæknis og gefa þeim ormalíf og þetta bara svona eins og eiga dýr, sko, þú verður bara að sinna þeim. Einmitt. Þannig að ég séu, þeim líði vel, hjá þér. Ef ég kafa dýbra í þessa pælingu með borg og sveit hjá þér, ég sá einhvers staðar að þú varst eitthvað þreyttur á leikaranum, hvað segir maður, mennskunni? Nei. Já, bara leiklistinni. Leiklistinni, þarna kom það, takk fyrir. og þú hettiði bara út á sjóin. Já, ég ætlaði sko ekki í sjóin, út á sjóin. Hendi mér í sjóin. Ég var svolítið leiður á ákveðnu tímabili. Þá var ég bara svolítið þreyttur. Og ég ætlaði að hætta í svona 2 ár, eða 3 ár, eða eitthvað slús. Og mér langaði að prófa eitthvað annað og ég fór á sjóin af því að ég náttúrulega þurfti uppgötaði það allt í hérna, ég þurfti líka pening sko og fannst bara gaman og var mér út eitthvað pláss og ætlaði bara að vera að þessu í 1 ár á sjónum? Já, bara þú veist, náðu að smikla mér hann inn á eitthvað bát í staðin fyrir eitthvað sem að vera í frí og komst þarna einhverja 2 túra en þá kom bara kreppan og þá vildi náttúrulega allir sjómenn bara fá plássin sín beint aftur til þess að vera öryggir. Einmitt. Þannig að ég datt nú bara út úr því og fljótlega eftir þá þurfti ég að fara bara aftur í leikhúsið. Einmitt. Þurftir að fara aftur í leikhúsið? Já, þess að gat ekki tekið þetta frí sem ég ætlaði að taka. En má ég spyrja þarna sko? Þá var ég náttúrulega að ná mér í pening og kunni ekki annað. Sko. Einmitt. En sjómennskan, hún nú ekkert eitthvað auðvelt. Það ekki eins og maður segir bara, herri, ég ætla nú bara að taka mig frí frá þessu og fá að vera bara hans slagur í ár. Þú veist, þú ert bara í sjómennskunni. Já. Og út á sjó. Já. Þannig, þú veist, ekki var það að buga þig hvað þú varst að vinna mikið í leiklistinni. Var það bara einhver... Nei, það er bara, þetta er öðruvísi vinna, skilur. Ég meina, sjómennskan er líkamleg vinna og þannig mjög erfið og einbeitingar vinna og líka, skilur, en leiklistin er meira hausin á þér og hún er svona, þó hún sé líka einhverju hluta líkamlega þá er hún svona andleg og ég var bara eitthvað þungur, ég var búin að leika mikið á dramatískum hlutverkum bara ár eftir ár og ég var bara svona verða þunglindur á þessu. Já, einmitt, bara eitthvað grillaður í hausnum fastur upp í hausnum á þessu. Já. Er þetta ekki bara líka svoleiðis, maður verður bara það er alveg sama hvað maður hefur gott, maður vorkynir sér alltaf. Já, síðan er það er bara einu sem maður vorkynir. Eitthvað voðalega að færa gráti við sér hlutskipti og það er ekkit að þér. Ég var nú til að líta aftur á mitt, ég þarf að lofa sjálfum mér því að ég líti aftur á mitt líf og ég tók hérna 1 ár á sjónum að ég vil eiga svona sögur. Þetta er reyndar ekki 1 ár, ég held að þetta séu bara 6-7 vikur. Þú ætlaðir 1 ár sko. Já, ég ætlaði það sko. Ok, en þannig það var aldrei eitthvað aftur að þú varst bara alveg búinn, þú bara nettir ekkert að vinna eða neitt svoleiðis, þetta var ekkert komið þangað. Nei, þetta var, en ætli þetta hafi ekki verið svona eitthvað bara smá kulnun í starfi, bara svona, þú veist, pínu kulnun í þessu starfi, sko. Einmitt. Og þarna, þú veist, ég náði einhverju hálfu árið til þess að hvíla mig og það var einhvern veginn nóg og svo bara fór ég inn í einhverja sýningu þess að ég þurfti ekki að vera að draga vagnin og var svona í 3 litlum aukahlutverkum og þá var þetta bara svona næs endurkoma, skilur. Já, einmitt. Og það var bara, Voru náðu að halda svona áhuganum við leiklistina síðan þá? Já, ég myndi bara hætta ef ég hefði ekki áhuga. Er það? Alveg á hreinu, vegna þess að ég held að leið og þú, sko, þetta er bara starfa og verður að gefa þessu 100% í þetta. Að ef þú ætlar ekki að vera 100% í þessu og ætlar að gera þetta með annari hendinni þá bara verður að hætta vegna þess að þá er þetta bara, þú ert að svíkja alla, þú ert að svíkja áhorfundur og svíkja sjálfa þig vegna þess að þetta verður helmingi erfiðara þannig og ef þú gefur þig ekki 100% þá ættir þú bara að finna eitthvað annað að gera. Mitt. Það, þú veist, þetta er bara hverju orði sannara en síðan einhvern veginn kemur inn bara mánaðalun.
maður það líka að fá mánaðarlaun. mánaðarlaun. Já. Þú veist, þannig að það er svona smá erfitt að segja ef maður ætlar ekki að gefa þessu 100% í þetta þá bara er alltaf eins gott að sleppa þessu og síðan hugsa maður, ég get nú ekki fara að gera eitthvað annað hérna. Nei, ég meina það er bara til svo margt annað en leiklist, sko, það er til svo óskaplega margt annað það er fullt annað að gera, fullt annað mikið á öðrum störfum og maður þarf ekki að vera í þessu ef maður er eitthvað óanæður í þessu. Nei. Og ég líti ekki, sko, leiklist er bara þetta er bara starf ég lít bara á þetta sem svo þetta er bara vinnan mín og ég vinn við þetta af því að ég er ágætur í því og meðan ég hef fullkomin áhuga á því og er ágætur í því þá verð ég í því en það er bara til svo margt annað í lífinu leiklist er ekkert merkilegra en að vera kokkur eitthvað staðar eða gera eitthvað allt annað þetta er ekkert merkilegra starf. Hefurðu slysast til að taka leiklistinu of alvarlega? Já, ég gerði það þegar ég var ungur, þá tók ég hana mjög alvarlega, kannski miklu alvarlegra en núna, sko, ég tek leiklist alvarlega. Já, en sko, mér finnst hún ekkit merkilegra en neitt annað. Sko. Einmitt. Já, það er kannski það sem við... Mér finnst ég ekkit merkilegri maður fyrir að vera leikari heldur en einhver, það er allir jafn merkilegir. Einmitt, já, það var meira það sem ég var að tala sko, að taka of alvarlega, hvort maður horfið bara, þú átti að ekki á því, ég er leikari. Sko. Jú, ég held að ég, sko, þegar ég var yngri þá held ég að tekið mig svolítið of alvarlega á köflum, sko. En þú fékkst líka mikla athygli og ég meina, þú veist, eins og þú sagðir að þetta er ekkert merkilegur en að vera kokkur einhvers staðar, en það er engin kokkur sem að fer á svið fyrir framann 1000 manna og með nafni sitt og andlit við starf. Já, hann þarf að elda það góða mat að engin kvart yfir honum til að hann haldi vinnunni. Jú, rétt. Og hann þarf að, ef hann á veitingastað, þá er það orðsporið sem gildir og ef hann er frábær kokkur þá kemur hann aftur og aftur til þess að borða matinans. Alveg eins og eitthvað kemur aftur og aftur að sjá þig ef þú stendur þig í vinninni. Vissulega. En ef þú hættir að standa þig í vinninni, hvort sem ég að kokkurinn, þá mætir enginn á veitingastæðin og enginn mætir í leikhúsið. Það er samt meiri svona fram yfir það er ekkert meira neitt, þetta er bara svona. Það er bara minna ef eitthvað. Þetta er bara svona, sko. En þú nefndir að þú komst aftur og varst í einhverjum auka hlutverkum þarna. Hvernig fer það með mann að og þú getur náttúrulega bara að tala fyrir sjálf í þessu býsti við, en er eitthvað svona rígur innan leiklistarinnar bara, já, þessi aðal hlutverki og ég auka hlutverki? Sko, þegar ég var að byrja, þegar ég var ungur maður, þá var kannski meira það. En mér finnst í áranar á, svo eins og núna finnst mér, ég bara sé ekki lengur þennan rík, sko. Fólk er miklu meiri, fólk er bara meiri vinir og þetta er ofbáslega gott fólk í þessu fæi upp til hópa og alveg frábært samstarfsfólk og mér finnst bara að vera óvoðalega, hvað var að segja, það er svona mikil sátt og samhygð og ég hef ekki orðið var við mikil svona rík en ég meina það, hann kannski blundar eitthvað staðar og auðvitað getur fólk orðið óánægt með hlutskipti sitt og en það er ekkert sem að koma mikið fram, sko, ekki sem ég sé. Er leikarastéttin búin að breytast svona mikið eða? Var þetta aðeins þyngra þarna? Já, hún er búin að gera það. Það er bara fólk er miklu meira að hjálpa stað í dag og er samglæðjast heldur en hitt, sko. Þegar ég er að byrja á kannski kynslóðundar sem er á undan mér, það var miklu meiri rígur og svona, þau voru náttúrulega færri hittuna. Og það var svona alls konar intríkur í leikhúsinu. En er ekki líka bara, var ekki verið að berjast færri laus sæti? Ég veist eins og núna er ekki búið að opna staðans út í heima, fyrst maður sá fréttir af Íslendingum að gera góða hluti úti. Jú, það er alveg rétt, það er búið að opnast og það er meira af sjónvarpsefni verið að gera það er miklu meira að gera í raun og veru heldur en það var. Ég verið að alltaf hafi ekki verið, þegar ég var að byrja voru kannski gerðar 2 eða 3 íslenska myndir á ári. Já. Það er bara miklu meira núna. Þú veist, á ári það er verið að gera sjónvarpsseríur og það er verið að gera kvikmyndir og það, ég veit ekki alveg hver talan er í dag svona að meðaltali en það er verið að gera miklu meira og það er miklu meira að vinna fyrir leikara í dag heldur en var þegar ég byrjaði. Er það alveg staðreynd? Já, ég held að ég sé ekkert að ljúga þegar ég segi það. En hvað er með svona, þú veist, það er miklu meiri vinna í boði en er það líka væntanlega fjölbreytara, þú veist, ég meina það þurfi ekki allir að fara í leikhús eða eitthvað sem leikarar að sína. Nei, ég meina sko leikarar á Íslandi þurfi eiginlega að vinna við allt, sko. Já. Vegna þess
vegna þess að þú getur í raun og veru ekki lifað á því hérna að vera bara kvikmyndaleikari. Það er bara ekki nóg af vinnu til svo geti stunda það bara allt árið eða þessa 8 mánuði sem hún þarf til þess að eiga vonið á. Það er bara ekki nóg af verkefnum til þess að geta verið bara í því. Þú verður helst að vera eitthvað í leikhúsinu líka. Svo verður að lesa inn á auglýsingar og þú verður að fara í útvarpið og þú verður að lesa inn á hljóðbækur, bara allt til þess að lifa. Sko. Þetta eru mjög lág laun sem við fáum í leikhúsinu og þess vegna verður við bara að vinna við allt. Sko. Allt sem hún kemur klónum í. Einmitt. Harkið bara. Já, þetta er bara hark, sko. Að vera listamaður, ég held að sé alveg sama, þú veist, hvort þú er tónlistamaður eða rithöfundur, að bara listir eru hark. Já. Og maður bara, þú veist, ég er ekkert að gráta það, þetta er bara svoleiðis og maður valdi þetta og situr uppi með það. Hefur einhvern tímann hugsað bara að ég var nú til í meira öryggi og ég ætla að fara og gera eitthvað annað. Og þá er ég ekki að tala um eins og sjóinn, sko, það er nú líka harkið, sko, að svipuðu leyti, en bara svona eins og sækja sér í einhvers konar meiri stöðuleika. Já, ég meina, stundum hefur maður hugsað, sko, okkur valdi maður sér svona vinnu sem að gefa svona lítið, þetta er svona mikið hark og að ná endum saman stundum og svona. En in the end of the day, þá er þetta oft, þetta er mjög fjölbreytt, þú ert að vinna með alveg ótrúlega fólki, þú ert að vinna með mjög ungu fólki sem er jafngamall dótturinni og svo ert að vinna með eldra fólki og átt vini sem eru jafngamall pappaðinum og mömmu og vini sem eru jafngamall dótturinni og þú veist, þetta er óendanlega gefandi og það er líka, sko, við eyðum náttúrulega rúmlega helmingi æfa okkar í vinnu. Já. Og þá er bara eins gott að hún sé skemmtileg. Einmitt. Og þetta er skemmtilegt. Þannig að hamingjan er nú bara ekki bara fólkin í peningum, sko. Nei, að sjálfsögðu, einmitt. Hann Þorsteinn Bachmann var hérna hjá mér. Já. Og við vorum aðeins að ræða munin á Tchekhov og Stanislavski, ef ég man þetta rétt. Já. Hvar stendur þú þar? Ekki fyrstu það. Tchekhov og Stanislavski, ég er nú sko óskaplega hrifinn af Tchekhov og fílan í botn, en auðvitað höfum við allavega okkar skóla míns og Þorsteins lesið Stanislavski og við notum örgulega jafnt og þétt báðar þessar meðþúður, sko. Já. Og svo býr maður sér til af allir þessari súpu sem maður hefur lært einhverja aðferð sem er manns eigin, sko. Einmitt. Og hann er með sína og ég er með mína og þriðji leikar með einhver allt aðra, sko. Já. Þetta við erum svona samsuð á öllum þessum kenningum, sko. Já, við erum bara með eitthvað vopnabúr þarna. Já, ég held það. En ég fór að hugsa þetta út af því að þú varst að tala um að maður fer í eitthvað svona þungt hlutverk að það svona fara svolítið með manni út í daginn, sko. Já. Eða þú veist, þú ert í líka náttúrulega, þú ert ekki bara að sína og þá ert í þessu hlutverki, þú veist, þú ert að ævita og þú ert að hugsa um þetta og það er sýning í kvöld og þú veist alveg hvað þú ert að fara að sína og svona. Já. Þetta er bara situr í þér. Já, og þá er ég að hugsa hvort að, sko, Tchekhov væri einhvers konar vörn gegn þessu að þurfi ekki að burðast með karakterinn sem þú ert að leika kvöldið. Já, sko, ég meina ég bara, veist það, ég veit það ekki. Nei, ég meina ég held að bara allir leikar að læri að taka ekki hlutina með sér heim, sko. Ég meina stundum ert að vinna, þú veist 3 vinnur daginn, þú ferður morgunin og lestin á hljóðbók, þú kemur síðan í leikhúsi og æfir eitthvað hlutverk og svo ertu að fara í tökur eftir það og þú verður bara að læra að skilja á milli, sko. Einmitt. Þú verður bara að læra að einbytta þér að hvaða ástandi fyrir sig, sko. Og það kemur furðu fljótt og leikarar á Íslandi bara eftir að hafa verið 1, 2, 3 ári í bransanum þá verður þið bara komnum með þess að getur, sko. Hvað er það skemmtilegasta sem að þú getur fengið, eitthvað verkefni? Hvað er svona, hvar farið fiðringin? Mér finnst eitt af því skemmtilegasta sem ég geri er að fara í kvikmynd út á landi, vera eitthvað staðar út á landi með ákveðnum hóp við að búa til kvikmynd. Mér finnst það alveg óskaplega gaman. Af því þá þetta náttúrulega sameinar út á landi og það sem vorum að tala um áðan, en það er bara svo gott af því að þú ert bara einbyttaðir að einu verkefni og ert með okkur hópi og þarna verða oft til alveg
ótrúlega vináttubönd Já, og ekki bara með að leikar, heldur líka bara allra sem að vinna við myndina og maður á sína bestu vini marga bara úr svona aðstæðum sko. einmitt. Og þetta finnst mér alltaf gaman, komast aðeins út á land og vera eitthvað staðar í 1 mánuð, 2 mánuði og já, þetta verður svona svolítið útlegð og já, þetta finnst mér alltaf skemmtilegast. En hvernig eins og ég hef nú oft spurt fólk sem kemur sem er í sviðsljósinu og svoleiðis, en bara eins og gagnrýni að þetta var líka örugglega aðeins öðruvísi á sínum tíma þegar að leiklistin var, leikhúsin voru mikið sótt og ekki það að sé eitthvað minna sótt í dag Nei, það held ég alls ekki. En þá var kannski, fór meira fyrir sýningunum sko, þú veist að blaða umfjöllun og það lásallir mokkan og lásallir gagnrýnina á hitt og þetta Hefur það aldrei verið eitthvað sem að þú strögglar með? Jú, ég meina maður hefur orðið oft alveg fogsillur út í gagnrýnendur sko og ég meina þetta sko maður þurfti einhvern veginn bara að læra að taka þessu sko faglega bara sjálfur þetta maður veit það alveg að ef að kemur fullu salar af fólki að sjá einhverja sýningu það ekkit allir hæst ánægði með sýninguna sumar hafa ekki smekk fyrir henni aðrir eru yfir sig ánægðir og sumir bara svona þú getur aldrei ætlast til þess að allir bara gleypi við öllu sem þú gerir og allir hafa sína skoðun og gagnrýnendur líka einn af þeim er ánægður 2 af þeim óánægður skilur og maður verður bara að læra að taka gagnrýni eins og maður og líka að þetta er bara skoðun eins aðeila á þinni vinnu eða okkar vinnu þetta er ekki engin stóri dómur og stundum getur maður meira að segja grætt á því að þau kannski hafi gagnrýnandi bara rétt fyrir sér og þú getur séð það og þú getur bara bætt þig þannig að þetta er stundum bara holdt fyrir að lesa þetta og stundum er það ekkert holdt fyrir að lesa þetta til dæmis ég bara hættur að lesa þetta Já, það? Já, ég nenni ekkert að pirra mig á því ef það er eitthvað sko vissin í gagnrýni og Það er ekkert sem þið geta kent mér Jú, örgulega, skilur en ég er bara að vinna með ákveðnum fólki og ég vinn með ákveðnum leikstjóri, ég vinn með ákveðnum hópi og við verðum bara að treysta því að það sem við erum að gera við erum náttúrulega búin að skoða þetta í 8 vikur fyrir sýningu, leiksýningu veltu upp öllum þessum spurningum ættum við að gera þetta svona, ættum við að fara í þess áttina og erum bara að fletta þessu öllu sundur saman og kryfja þetta alveg í tætlur og svo kemur einn gagnrýnandi og segir þetta er vitlaust gert á að gera þetta svona við vorum búin að skoða þá leið kannski og vorum ekki á því eftir að hafa prófað þannig að þetta er stundum bara út í hött stundum en ég meina allir með að hafa sína skoðan Já, algjörlega en þú getur ekkert farið að taka tilbaka eitthvað sem þú ert búin að vinna í 8 vikur þetta er bara svona og þegar þú ert búin að þú verður bara að standa með þinni vinnu og hvort sem hún fellur eða tekur sprettin sko Það er svolítið fyndið að þú veist, þú farið einhverja gagnrýni á fyrstu sýningu og segjum að sé sko, þú veist, auðvitað vil ég taka 5 stjörnu dæmið, en tökum bara 1 stjörnu dæmið, það var 1 stjörnu og þú þarf samt alltaf að mæta aftur og sýna sömu sýninguna og sko, líkamlega meðan eins og með bíómyndina, þá farið 1 stjörnu og hún bara heldur áfram með sýningu og þú segir, djöfull maður, já ok, ég er bara að reyna að gera betur næst en í hinnu, þá ertu bara með 1 stjörnu stimpilinn og það er að mæta á svið sko og bara ég er að sýna þetta helvítis 1 stjörnu leikrit sem er lásuð í mokkanum í dag þess vegna er bara ekkert gott að vera að lesa þetta bara glemdu þessum maður haldu bara áfram og startu með þinni sýningu og það er ekki eins og maður sé alveg bara í skíunum með 5 stjörnum dómin og taki það át í daginn og minni sig á hverjum einasta degi það er meira svona 1 stjarnan situr í manni það er einhvern veginn þannig að í öllu lífinu að gagnrýni sem er neikvæð hefur alltaf einhvern veginn meiri áhrif á mann heldur en þegar eitthvað klappaður á öxlun og segir þetta er gott hjá þér maður alltaf tekur eftir því maður tekur alltaf eftir því þessu neikvæða við erum bara þannig gerð, við erum svo fljóta ráðast á okkur sjálf sem manneskjur við verðum kannski bara að reyna að breyta því að reyna bara að standa meira með okkur sjálf Er það eitthvað svona sem að hefur þú farið ykkur gegnum einhverja vegferð þar? Ertu harðið við sjálf þig? Ég meina, já, stundum er ég það og maður er sinn harðasti gagnrýnandi sjálfur og en maður bara má ekki vera of gagnrýnir vegna þess að þú verður að hafa ákveðið sjálfstress til þess að koma fram og þú verður líka að vera ánægð með þig við verðum að hrósa okkur líka sko. Við getum ekki, ef við erum bara að rífa okkur niður þá gerum við ekkert að viti í hvaða aðstæðum sko eða í hvaða vinnu sem við erum í
Einmitt, og það bara þú nefndir að þegar þú varst yngri að þú bara gubbaðir fyrir sýningu. Já. Það hugsaði svona, ok, þú veist, eitt er sviðskrekkur og allt það, en maður hlýtur nú að vera með einhverja pressa á sjálfum sér þannig að maður bara líkamlega bara kasta upp. Þá var maður að gera skilur of mikla kröfur til sín. Já. Þú getur ekki verið með sko einhverja fullkomnunar áráttu. Þú verður líka bara að treysta því að það sem þú ert búin að æfa og gera bara komi fram. Þú verður að treysta bara einhverjum æðri máttarvöldum sko, fyrir þér. Bara flæða? Já, þú verður bara að flæða. Einmitt. Auðvitað varst að tala um að þú kastaðir upp. Þú sko, fékkst ekki einhvern tímann flogakast líka? Jú. Það byrjaði sko, ég fekk fyrsta flogakasti mitt á sviði í Gamlabíó að leggja hárið. Fyrsta? Ertu svo að flogaveikur? Ég er það, já. Ok. Já. Hvernig lýsið það sér? Það lýsir sér í því að ég fæ bara fengið svona Grand Mal flogakast, það bara þetta í gólfið og bara skelfa og titra og slefa og bara bíómynda útgáfan af flogakasti? Algjörlega, já. Og ég fæ þessi stærstu kost sem hún getur fengið sko og þá hættur að anda bara í ákveðin tíma og fólk getur dáið náttúrulega úr þessu ef það er í svona aðstæðum sem að ef þú ert í sundi einn eða ef þú ert á hestbaki eða eitthvað en þetta tók svona smá tíma. Ég fekk alltaf fyrst til að byrja með þá fekk ég svona hálfsárslega eitthvað svona flogakast þannig ég náttúrulega 7, 9, 13 er frekar heppin að þetta er ekki svona eins stórt eins og því miður hjá fullt af fólki sem að fær bara sumi fá því miður bara flogakast daglega og vikulega og skilur og það er alveg svakalegt fyrir þetta fólk. Þannig að þetta er svona stórt róf að vera á að vera flogaveikur. Þetta þýðir ekkit endilega ákveðin eða sem sagt, þú myndir segja þú væri ennþá flogaveikur þó svo þú færði ekki flog svona reglulega? Já, okay. Ég myndi segja það. Ég verði að taka töflur á hverjum einasta degi á morgnana á kvöldin og það tóku nokkur ár að finna bara réttu lyfin og réttan styrkleika til þess að stramma þetta. Ég fekk fyrst svona á hálfsársfresti flog og svo fekk ég á árslega árlega segir maður og svo fór þess aðeins að fækka og kannski 2 ára fresti og svo einhvern veginn núna ef ég ekki fengið þetta í einhverju 9 eða 10 ára sko. Nú, já, ok. En sko ég veit alveg ef ég myndi hætta á þessum lyfjum þá myndi ég fá flogakast. Og þú fær fyrsta flogakastið á leiksýningu? Já, 25 ára. Á sviði? Já. Hvernig, og fólk í salnum og já aldrei þessu vant heimtu að fá endurgreitt bara maðurinn fekk flog þetta var rétt fyrir hlé held ég og við vorum bara í einhverju dansatrið í hárinu sem að Baltasar Kormákur settu upp og fyrsta leikrit sem ég var í alveg? Já, og ég held að þetta hafi nú verið veturinn, við vorum búin að sýna þetta allt sömarið og þetta var veturinn og ég var að vinna líka þá í Þjóðleikhúsinu og þetta, kemur upp þarna í fyrsta sinn og ég bara man ekki, þetta bara sloknar á vélinni bara og svo vakna ég bara einhvers staðar bakvið þegar þeir eru að ná í mig bara á sjúkrahúsið sko. Þannig maður er ekki meðvitaður í floginu eða? Nei. Og hvað var að tala um að þetta hafi þá gerst oft yfir æfina? Er þetta einhverju tugir skipta? Hjá mér? Já. Nei, þetta var nú ekki gerst oft sko, en þetta eru örglega þetta sé ekki svona 7-8 skipti, eitthvað svolítið. Ok, þykir þetta svo forvitnilegt. Er eitthvað að vita hvað þetta er, hvað orsakar, er þetta líkamlegt eða andlegt? Sko, já, ég meina bæði. Þetta er svona, þú veist, þetta er álag bara á taugakerfið og taugakerfið er ekki alveg, fullkomið, þú veist, og þetta er eins og þegar þú færð störu, þegar þú ert mjög þreyttur og þú færð bara störu það heitir bara á fagmálinu störuflog. Nei. Já, þú færð störu af því að taugakerfið er að hvíla sig. Það er bara svona dofna, eða bara það slekkur aðeins á þér og þú færð störu og eitthvað segir, hei, hvað er þetta að gera? Og þú vaknar og já, nei, ekki neitt, ég var bara skilur þetta heitir störuflog og Grand Mal flog er þegar bara sloknar alveg á þér og líka meginn bara keipist allir saman, herpist á öllum vöðvum, þú hættir að anda og þetta er basically að taugakerfið er bara að grípa fram í fyrir þér, segja að þú getur ekki meira núna, þetta er of mikið álag og það slekkur bara á sér eins og tölva og þú bara, það sleknar á þér og svo bara endurræsir tölvan sig og það er bara restart
og þú vaknar og manst ekki hvað þú heitir eða hvað þú átt heima og og það er bara öllu rístartað sko. Og minnið og allt bara eins og í tölvunni, það tekur bara smá tíma að reload sko. Bara mínútur eða klukktíma dagar? Mínútur sko. Mínútur. Og stundum bara hálftíma, klukktíma sko. Ok. Og Þannig að þú tengir þetta væntanlega við það að þegar það er mikið að gera þá, kannski þegar þetta gerist þá hefur mátt sjá þetta koma eða hvað? Já, sko, ég hefði ekki mátt sjá þetta koma sko, ef þú færð svona flog, einu svona ævinni, þá er þetta bara kallað hvað heitir hann áttur nú dettur út mér orðið sko, taugaáfall. Já, ef þú færð svona bara einu, þetta er bara taugaáfall, skilurðu. Og en sko þegar þú farið þetta oftar þá er þetta farið að rannsaka heila niður og þetta er, þú veist, en þetta er samsagt þetta, það sloknar svona á þér, þú þarft að endurhlaða og þetta er náttúrulega, þá þurfti ég bara að læra svolítið að lifa upp á nýtt. Ég þurfti að muna eftir þarna að ég borðaði aldrei neitt á daginn og var samt að leika 2 sýningar á fullu gassi, skilustundum 2 á dag. Og ég var svona ungur þá og lítið fyrir að borða, mér fannst ekki gott að borða og bara gerði það bara af nauðsyn bara, ég verði að hóma eitthvað og og þetta var til þess að ég þurfti bara svona að byrja ég verði að sofa, ég verði að reyna að ná 8 tímum, ég verði að borða reglulega og ég má ekki vera að vaka svona fram eftir og þú veist, ég verði að fara að hugsa mig. Og þetta var bara það, ég var bara svona brenna kertu út í báða enda og þurfti svona svolítið að fara að hugsa bara hvað ég þurfti sem manneski bara til að lifa. Þannig að það kemur aðeins að villri nauðsyn að bara þú þarft að sjá þetta er bara tilbúin flogaveiki, skilur, af því að maður var bara kærulaus með sjálfa sig. Einmitt, þannig þú varst svolítið kærulaus. Já. Og bara búin að rífa þig í gang hérna á öllum þessum vígvöllum með það? Já, bara, þú veist, maður var bara Byrjaði að borða? Ég byrjaði bara því og byrjaði að reyna að sofa reglulega, þú veist, ég svaf stundum bara 4 tíma á nóttu af því maður var á fullu, fór út á bar með strákunum eftir hverja einustu sýningu og þetta var bara gaman, maður var bara ungur og gaman að lifa og fattaði ekki að maður þurfti líka bara að hugsa kroppinn, sko. Einmitt. Já. Lífið var bara að gerast og þetta var svo mikið æsingur í öllu og þú veist. Ok, þannig það er ekkert bara, þú ert flogaveikur, þú þarft bara líka minn þarf þessi lyf og þá er það komið. Þú þarft svolítið að bera ábyrgð á þessu líka. Já, ég verð að gera það. Maður verður að sjá vel sig, eins og vel mann er und, sko, og auðvitað gleymum maður því stundum, en þá rifjast það upp fyrir manni bara. Þetta er bara svoleiðis. Fara vel með þessi. Nákvæmlega, það er mikilvægasta að fara á barinn eftir sýningar og svona, ég hugsaði mitt á þann þegar þú tala um að ná sér niður eftir sýningar, það situr svolítið í mér sem hann Tolli Mortens sagði að hann sko, og hann var ekki að grínast með hann, sagði áfengi er svo frábær lausn á alls konar vesenni, sko, eða þú veist, eins og bara ég veit ekki hvað þetta er, vera kvíði eða stress eða bara reyna að gleyma eða eitthvað svona þetta virkar svo vel og það er bölinn í skamman tíma einmitt, og það fylgir þessu bara langtíma vandamál en í momentinu þá er þetta bara frábær lausn. Tvinnast þetta ekki aðeins inn í leikarastjættina líka, þú veist, þú ert að fara að gefa svo ótrúlega mikið aður og talar um að þú ert að ná þig niður, er ekki bara freistandi að græja þetta með 2-3 20 köldum? Jú, það er enda er það oft gert og ég líka því ekkert, sko, það er oft gert en þetta er samt miklu minna en það var á þessum tíma, sko og þú veist, það er eitt að fá sér 1 eða 2 spjallum sýninguna og fara svo heim, það er bara notalegt, en á þessum tíma þegar ég var svona 25 til 30 þá var þetta bara alltaf og þetta var ekkert bara 1 eða 2 þetta var bara langt fram á nótt. Já, bara endaði bara þangað til barnir lokaður. Já. Þetta var bara rock'n'roll lifnaðarhættir, sko. Þetta var ekkert annað, bara rock'n'roll. Var þetta ekki gaman, eða? Jú, þetta var þetta gaman. En ég meina, þú veist, gaman og svo fæði maður flogaveiki í hausinu og svo skilur þau. En auðvitað er þetta gaman, en þetta er bara svona, þetta hefur bara mikið breyst líka innan allra stjættarinnar. Já. Stjættin er ekki lengur eins og hún var. Þetta var miklu, miklu meira í gamla dag. Unga fólki í dag, ég meina það borðaði alltaf kjöt, sko. Þú veist. Sem betur fer, ég meina þetta er bara ekki, þú veist, þetta er ekki svona í dag.
ekki svona svakalegt. Nei, ok, einmitt. En það er líka svona, mér finnst ég hafa svona smá þá sín á svona, skilur, það er ákveðna stjettin með þetta, sko, sjómennskan, kokkamennskan, þú veist, leikarinn, þetta einhvern veginn fylgir alltaf þessum hasar, þessi svona þvílíka álagi, sko, það er enginn eitthvað, 9-5 fólkið maður, það bara, þú veist, er á fullu 9-5 og síðan hrinur í það á kvöldin, það er svona meira svona stability, skilur, það er borgamánaðlega, þú ert með vinnu, þú ert ekki að fara að vera, þú ert ekki bara að fara að taka þessa leiksýningu og síðan þarf að finna þér aðra og nær maður annari leiksýningu, er ég búinn sem hlutverk er allir konum með leið á Hilmisnæi eða eitthvað og það er ekki bara eitthvað saman þjappað allir þinni orku yfir sólarhringin inn í eitthvað 2 tíma frá 8 til 10 kvöldir og síðan bara það maður einhvern veginn reyna að díla við það með einhverjum aðferðum sem maður aldrei kennt þetta er miklu meira einhverjar bara öldugangur í þessum stíktum sem ég nefndi þarna það er það og mér veist ég ennþá svona finna fyrir leiklistar, svona leikararnir sko, fara á barinn og þetta sem við vorum að tala um rock'n'rollið já, rock'n'rollið, jú, það er náttúrulega eitthvað í þessu, þetta er en það er líka sko, já hvað maður að segja, þetta er fólk, það er verið að ræðum hvernig var salun í kvöld, hvernig gekk úr þetta, hvað klikkaði þarna og þetta, skil, það er líka þessi þörf til að tala um listina við einhverja sem eru með þér í listinni. Já. Þú getur ekki tala við hvern sem er þetta starf nema þá sem er að vinna það með þér og þekkja þetta starf. Alkjörlega. Það er svona rík þörf í okkur til þess að tala saman um þetta. Af því þú getur ekki útskipt fyrir öllum hvernig vinna þetta er og af hversum krefst af þér. Þú hefur bara kollegana, vinnufélagana til þess að tala um þetta. Einmitt. Þannig að oft komið sér þörf líka bara til að setja sniður, tala þess, fara yfir hlutina og deila. Mér finnst það mjög fallegt sko og bara heilnæmt og hljómar bara rétt sko en þegar maður þarf 20 bjóra með það er nefnilega kannski þannig varða voðalega mikið sko en það er sem betur fer núna þarf ekki 20 bjóra með Nei. Og núna svo hefur maður bara ekki orku í þetta lengur sko ég er 52 ára gamall, ég hef enga orku í að sitja fram til 4 á nóttinni og ég var svo að mæti á æfingu klukkan 10 sko. Nei, það gengur náttúrulega ekki upp til lengdar en það er líka þetta eins og segir að geta að tala við einhvern sem að sko hljóma klísukenda, tala við einhvern sem að skilu þig en þú veist, það er svona kannski smá vesen að koma heim og skella svo á fjölskylduna eða ræði eitthvað sem bara, það fattar enginn hvernig það er að vera á sviði ekki að það ég hefi hugmynd sko það er bara þetta er bara bræður og systur þetta er eitthvað sem bara þau skilja sko. Þannig það er erfitt að útskýra eitthvað fyrir bara leikmanni sem hefur aldrei gert þetta sko. Einmitt, það er kannski þaðan sem að kemur að tala um þjáningabræður þjáningabræður og systur þjást saman í þessu þjást og gleðjast og allt sem því fylgir sko. Nákvæmlega, það má líka alveg gleðjast í leiklistinni sjálfsögðu, þetta er ekki bara ég vona að þetta kom ekki út sem að þetta sé eintóm þjáning ég er mjög leiðilegur að vera að fókusa svona á þetta sko en þetta er náttúrulega bara forvitnilegt fyrir það fyrsta maður sér, og sko út af því að maður sér bara eiginlega flotta, maður sér bara leiksýningu maður sér bara hvað þetta er allt geggjað og hvað tilþrifin eru mögnuð og allt svoleiðis, en svo er bara eitthvað svo fær maður bara heim og pæla í sýningunni ég meina auðvitað, þannig á það líka vera einmitt. Þannig á það líka vera þannig þú ert svona stökkpallur fyrir aðra bara til þess að upplifa eitthvað þetta er bara svona spegill á mannlífið og þetta er bara að segja sögu svo allir geti gluggað í eitthvað, lært eitthvað og hugsa sjálfa sig og aðra í eitthvað samhengi skilur. Hvernig var mikill lærdómur í því fyrir þig að vera síðan leikstjóri en ekki leikari? En þú reyndar, fyrirgeðu, þú sagði nefnilega að þú varst að leikstýra Stefán Karli, þú er greinilega byrjað á því að hans er snemma. Já, ég byrjaði mjög snemma að leikstýra mínu fyrsta verki, sko. Já, ég held ég hef verið bara 27 ára. Og fór svo fljótlega að gera þetta svona, annarkvært ár eða eitthvað svoleiðis. Leikstýra bara hinn og þessu? Sýningum? Sýningum, leiksýningum bara og einni óperusýningu og eitthvað svona, fór bara í þetta svona. Óperusýningu? Já. Leikstýrið þú óperusýningu? Já. Bara það sem að fólk syngur óperulög bara þannig sko hvar ofmetnaðist á leiðinu og taldiði geta bara að gaggrinna einhverju óperu en svo sér ég bara 27 ára, ég var að segja þetta var aldurinn
nei, ég gerði það töfraraflautinni í hérna, íslensku óperunni gamla bíó, gamla Ok. Já, Þetta óperu söngleikir skemmtilegir? já, sýningar? já og sérstaklega síðan þá kynntist ég þessu starfi mjög vel Það? Já, hefur síðan fundist þetta alveg yndislegt Já, þetta er svolítið Þetta ótrúlegt. form, já. Þetta form, einmitt. Já. Þetta er svona svolítið bara eitt á bátið þarna. Það er það og þetta er alveg magnað þegar maður fer að gefa síðan hlusta á þetta Já, þetta er samt sko, í grunnskóla var svona, já, beti, hvernig tónlist hlusta þú? Já, allt nema óperu og þungarokk. Já, akkurat Þetta er svona, já þetta er svona eins og Maltesers þú verður að borða þetta nokkur sinnum til þess að fíla þetta Maltesers er leið bara Nei, alls ekki, alls ekki. Hvernig hittir þú sem að fannst ekki fyrsta Maltesers er gott? Það er hræðilegt á bragðið Nei. Þetta þurfti 3 skipti Þetta er 3 kúlur. Já. Nei, bara 3 sinnum sko. Já, ok, 3 skipti sem bara reyndir við pókan. Já, Líka óperu við Maltesers. Ég hefði kannski skilið, þú veist, rauðvín, kaffi, já eitthvað svona Ég acquired veit ekki, taste. þetta poppaði bara allt í upp í Þú ætla hugum að láta Maltesers í acquired taste flokkin eins og maður þurfi bara að vera eitthvað svona nammi sérfræðingur sem byggir upp Já, bræðlaukana fyrir Maltesers. Ég meina Maltesers rauðvín, allt er þetta áskilin hérna, þetta er allt svona hvað segir maður, svona Sko, acquired taste er acquired enskan taste, akkurat en áskilin já, það er áunnin sko, smekkur sko. áunnin smekkur Já. Já, Maltesers fyrir ekki í þann flokk. Hjá mér gerir það. Já, gera það. En er hérna til að klára flogið, hvenær var þitt síðasta? Já, það var í einhverjum veiðutúr fyrir svona 8-9 árum, ég man ekki alveg. Ekki stóðst út í á? Nei, ég var nú reynda bara, það var verið ég held við höfum verið að fara í gegnum Borgarnes og við vorum að bara fá okkur eitthvað að borða og keyra heim. Ég var ekki að keyra sko, ég var í bílnum. Já, einmitt, þú gætir bara verið undir stýri. Já, en sko málið er að þú finnur þetta, ég finn þetta áður. Ég fæ svona forbúða, þú veist, ég fer að sjá stjörnur og eitthvað, svona hálftíma, klukkutíma áður, þá veit ég að þetta gæti gerst. Og gerist það þarna í Borgarnes? Og þá fer ég ekki á hestbak, keyri ekki bíl, fer ekki sund, keyri ekki neitt. En hvernig er það þá í þessari veiðferð? Veistu, þá hnippir þú í vinniðina og segir, það geti hérna verið. Já. All right. Já. Hvernig bregst fólk við? Fólk verður náttúrulega skítrætt, sko. En hérna... En lætur þitt nánasta fólk vita, eða... Já, þá bara læti það sem er með mér vita að þetta geti verið að gerast. En þetta er bara orðið svolítið langt síðan, sko. Já, einmitt. Bara mörg ár. Já, mér þykir þetta mega forhaldið. Ég þekki engan sem að lendir í þessu sko, eða gerir þetta. Já. Þetta er skrítin sjúkdómar. Einmitt. Já. Er þetta ekkert í ættinni eða neitt svoleiðis? Ekki svo ég viti til, nei. En hérna leiklistin, er hún eitthvað í ættinni? Er þetta eitthvað sem að þú fannst? Nei. Hvernig varstu sem krakki? Varstu athyglisjúkur? Örglega eitthvað hátt sko, en ég veit ekki athyglisjúkur, nei, það held ég ekki sko, en hérna bara svona fíblagangur í mér og svona hafði gaman að lífinu sko. Ætlaðir ekki í einhver akademíu meiri heldur en leiklistina? Einhver svona... Ertu að meina... Hvað nám? Byrjaður beint, fórstu bara raglegis í leiklistina? Ég var eiginlega að fara beint í leiklist sko, eftir menntaskóla, svo ákvað ég að taka mér 1 ár frí eftir menntaskóla og fór þá í bókmenntir og íslensku í háskólanum alveg með sko hangandi hendi. Var eitthvað press á þér? Nei, ég bara ákvað að gera eitthvað og svo gerði ég ekkert af var bara meira að vinna heldur en að mæti tíma og gera eitthvað annað. Ok, þannig að það var allt í lagi að verða leikari þarna á þessum tíma, fjölskyldan var ekkert að setja sig á móti? Nei, alls ekki. En þótti það sko, þótti það skrítið bara, herri, á Hilmir, hann ætlar að vera leikari? Örglega hefur það þótt eitthvað skrítið á einhverju tímapunkti en það nei, það var enginn sem stóð í vegi fyrir því sko. Nei. Og þú varst alveg kannski búin að svona, það var komin einhverju vísar að því, varstu í menntaskóla, grunnskóla, eitthvað svona? Já, þessi gæi? Ég var í leikfélaginu í Herranótt og já, varstu í MR? Já, og var svona, búin að vera alltaf eitthvað í þessu sko. Einmitt. Já, hann hefur farið frá MR yfir í íslensku bókmenntafræði. Já. Það er þungt maður. Já, það var alveg gaman en svo ég var svona á annari leið, ég var náttúrulega leið í leiklist þannig að ég var ekkit voðalega,
ég var ekki námsmaður nummer 1 í háskóla sko. Nei, ekki nummer 1. Nei, alls ekki, og ekki nummer 2, 3, 4 og 5. Nei. Er svona einhver gömul sál í þér sko? MR, íslenska bókmenntafræði, óperur? Já, ég myndi alveg að segja það. Það er svona gömul sál í mér og ég hef gaman að því að hérna. Maltesers fyrir ekki, ég taldi það ekki þarna, Nei, nákvæmlega. Jú, ætli það ekki. Jú, ég myndi segja það. Jú. Það er svona einhverjir gamli tímar í mér sko. Já, engin Instagram aðgangur, Twitter. Nei, nákvæmlega. Ég er svolítið á gamla skólan sko. Bara viðtal í mokkanum sko, ekkert annað. Nei, það er ekki alveg þannig. En hérna, nei, jú, eitthvað svona, ég er smá gamaldags í mér sko. Það er þannig. Hvað er framöndan hjá Hilmi Snæ? Er eitthvað skemmtilegt, eitthvað sem að þú vaknar spenntu fyrir á mótnana? Já, ég er að fara bara næst er ég að fara í kvikmynd núna í nóvember og hún heitir Villibráð, allavega vinnutitillin, ég held að hún eigi að heita það og er svona endurgerða mynd sem hefur verið gerð í nokkru löndum fólk sem að nokkur hjón sem að hittast í matabóði og færi mjög hættulegan leik og meira segi ég ekki. Ok. Já. Og ertu, þér er bara rétt handrit og ert þú svona kastaður í þetta? Þú fær bara pröfur og... Nei, það var enga pröfur og vorum bara ráðin. Já, ég skil. Já, það er kannski það sem að þýðir að vera kastaður í eitthvað. Já, það er bara kastaður í... þegar fyrra... Já. Okay. Og lest þú þá handrit og þú bara svona, metur hvort að þetta er eitthvað sem eigi við þig? Já. Það maður ekki að vera með smá áhuga á því sem maður er að gera auðvitað er svarið já en sko, en ég hugsa hefur einhver tíma að lesa eitthvað hlutur og hugsa bara ég held að ég sé ekki að fara í þetta er bara ekki ég. Já. Okay. Já, það gerir stundum sko. Það er bara svolítið, maður finnur það bara einhvern veginn. Þetta er ekki við sig. Já, nákvæmlega. Það auðvitað er þannig, maður getur ekki fara og gert bara allt sko. Nei. Og kannski er maður líka orðin meira pikki með aldrinum skilur þá vil maður vita hverjir eru með manni og hver er leikstjórinn og allt svona sko. Já, alltaf stýrin á að verkið sé vel gert og meira undir þá kannski vera að biðja þig líka að ljá nafn og andlit við verkið. Já, þetta er svona maður svona, og bara líka varum sig að passa sig að vera ekki lendi í einhverju algjöru vitleysu sko. Já. Og en svo aftur á móti verður maður líka stundum að taka einhver áhættu og fara með einhver fólki sem maður þekkir ekki neitt bara til, ég meina þú getur ekki bara alltaf verið á kantinu og unnið bara með ákveðnu fólki. Bara dýrið á þetta? Kannski, ég meina að vissu leiti kannski, ég meina þetta er handritið og sagan er óvenjuleg. Einmitt, ég geti ímyndað mér að þetta verður forveitinlegt að lesa handritið í fyrsta skipti. Já, sagan er óvenjuleg en hún er líka hún er skrítin, þetta er svona eins og ævintýrið, þetta er eins og Grimms-ævintýri finnst mér stundum, þetta er svona töfra raunsæðisleg mynd en þú veist, auðvitað alltaf áhætta, maður vissi ekki hvernig sjálf dýrið myndi koma út, þetta er mikið af svona tölvutekni í myndinni og maður vissi ekki alveg hvað maður var að fara út í, þannig að þetta var áskorun en ég vissi náttúrulega að ég væri með frábærum leikurum Númi og Birnirlinni Já, sérðu það sem sagt fyrirfram þegar þeir eru rétt handritið? Já, ég vissi af þeim sko. Ok. Og þannig að þetta var bara alveg kjörið tækifæri til þess að gera af því að ég hugsa að annarkvort verður þessi mynd algjör steik eða eitthvað snildarverk og mér finnst hún vera meira snildarverk. Já, einmitt, algjörlega. En eins og þegar þú sér þarna Númi sé með, er þetta ekki líka svolítið skemmtilegt? Ég meina, hún bara er stórstjarna en samt talar íslensku og bara... Jú, á gaman að kynast henni. Já, er þetta fyrsta verk sem að þú vinnur með henni? Já. Já, hún er vantar ekkert mikið hérna heima. Nei, ekki mikið held ég. Nei, kemur hérna einstakar sinnum, hún á náttúrulega ömmu hérna og... Já. Þaðan kemur íslenskan? Já, hún ólst hérna upp eitthvað þegar hún fram að einhverjum ákveðnum aldrei, ég man ekki hvað hún var gömul þegar hún fer til Svíþjóðar en þess vegna talar hún nú íslensku og hvað rifjað hann upp Nei, þetta var bara frábært að vera með henni, hún náttúrulega var Hollywood stjarna og svona hjálpar til við að selja myndin okkar og svona Nákvæmlega
Það er bara, hún ber ábyrgð á þetta sé þarna 600 tjöldum með ykkur nákvæmlega. og Hilmir Snær líka maður, Það held ég ekki. Jú, Ég held að Hilmir Snær sé ekki að selja mikið í Norður Ameríku. Jú, ég er ekki hugmynd sko. Hvernig ber það fram Hilmir? Er það bara, Ég veit ekki. er það ekki bara Aragon, Hilmir snýr heim þú bara færð að vera konungur Ertu að meina, hvað sér? Já, ég Það var smá longshot. Hringadróttinsögunni. Já, ok, þú náður að tengja Já, ég náði þessu loksis. Hilmir þýðir konungur, eða ekki? Jú. Já, Hilmir snýr heim Já, Þetta er líka svona, titill sem að flesti þekka akkurat, Hilmir snýr heim. Já. Konunglegt nafn Herðu, Hilmir, ég bara ætla að fá að þakka þér kærlega fyrir að koma og ég ætla bara að beða afsökunar á því að haldið að þú hafi verið í sjómla símhringinga-intróinu Mér fannst að það þarf ekki að biðast afsökunar. Ég þakka kærlega fyrir mig og þú ert ekki að biðast afsökunar því. Ekki? Nei, come on, hvað? Nei, ég nefnilega hugsaði sko, þú veist, ætli það hafi verið hans stærsta breyk að vera þarna í sjómla. Já, þannig ég ætla að bera þetta undir hann og spyrja hann hvernig það var, en síðan að þetta hafi ekki verið þú. Já. Sko, ég bara til þess að enda hann þátt aftur á sjómla, þú veist, það var eitthvað sena að þér og Ödd og Sveppa og þú varst í einhverju atriði þar sem þeir eru saman í baði eða eitthvað svoleiðis. Er það ekki bara eitthvað úr gömlu þáttunum á Stöð 2? Jú. Þar sem voru með þættina mástu? Jú, og sjómli er sko held ég hluti af því það er alveg, þú veist, þeir tókuð upp í einum þættinum og gerðu lag með Frikka Dór og Frikki Dór sko var svona nett pirraður yfir að þetta væri bara hans eina lag sem hefur komist á toppin á topplistan og það er sjómli með Ödd og Sveppa. Er það? Já. En skemmtilega. Já, þannig ég sagði, býtu, Hilmir Snær líka í ég nefnilega man ekki eftir til þess sko, en ég meina, veistu það er svo langt síðan það getur vel verið að ég hef verið eitthvað í þessu, maður ekki. Já, heyrðu, við sættumst bara á því, Hilmir Snær og varst í þessu og þetta var bara frábær framistæða. Ok, takk fyrir. Eitt mitt stærsta tækifæri. Já, algjörlega. Herðu, Hilmir, satt í alvörinni, takk hérlega fyrir að koma og takk fyrir spjall. Takk fyrir mig.